Því að klukkan orðin 4, það föstudagurinn 31. mars. Herru, það koma apríl. Og FN95 blöður hafi göngu sína á, ég ætla að segja bara þessum fína föstudegi. Ég allavega í bullandi gír. Við erum með fullan bát og beint á móti mér sitja þeir Egill Einarsson og Steindi Junior og drengir, eru þið ekki samanlega? Er ekki gír í ykkur? Jó, það eitthvað djöfus púki okkur. Já, við vorum að ræða það eitthvað púki í gangi. Já, ég hafði útborgarandagur. Já, fólk fekk útborga í dag. Já, bara biðru í ríkið. Já, og líka sko, ef við erum hreinskilnir, þá eiginlega apríl uppáhaldsmánuðurinn minn á árinu. Er það? Já. Þú hefur enda sagt þetta áður að þú sért meiri vormaður. Ég veit að þá er sumarið ekki byrjað af því að þegar það er byrjað þá er ég alltaf að hugsa að sé verið að búið. Apríl besti mánuður. Það einhvern veginn allt framundan. eins og núna eru páskar bara næstu helgi. Stutt í afmælið mitt og bara einhvern veginn alltaf að gerast. Eftir rugglaður afmælið það er í júli. Afmælið það er að koma sumar. 8. júli. Já, þú veist eigið það afmælið á undan þér. Já, hörðu, það er mjög stutt í afmælið þitt. Það er 6 vikur í mitt en hann bara að tala að spá í afmælið sín. Já, bara svo ég sé að tala desember núna. Nei, það var í farulegt. Hvað er langt í afmælið? Það er apríl, maí, júní, júli. Það eru 4 mánuðir. Það er 4 mánuðir í afmælið. Það var spá í því núna. Mér finnst stutt í það því að koma apríl á morgun. Ég er ekki svona grínast. Hvað er konceptið í ár? Já, how the poop. Já, eins og staðan verður við ekki úti að taka upp fyrir blökasti? Það er að leigja eitthvað hótel. Nei, það verður eitthvað góðs. Við erum líklega úti. Hvernig getur bara verið með börnin og hvað er þú ert alveg galinn sko. Ég reyndi að fatta ekki að munnsteitir þitt það er bara mánuður þitt. Já, sko, ég er 13. maí, sama dag og Eurovision sem er eiginlega rosald. Já, maður á laugardegi og Eurovision. Hvað myndi blöðarinn gera hann eftir afmæli sama dag og Eurovision? 10 stykki og partíð yfir. 10 stykki? Það er bara Já, þetta er laugadagur og Eurovision og þetta er ótrúlega. Reyndar veit ég það að ég á afmæli á laugardegi í ár. Hæ? Já, sem er rosalegt sko, þá var þetta að byrja þetta á föstudegi og á miðnætti og það var geggja sko. Það er þetta rosalegt. Nei, hörru, hann er ekki að ljúga. Þið eru svolítið að eyðileggja þetta fyrir mér að við verðum alltaf ellendis en það verður gert eitthvað skemmtilegt. Nei, sko, já, planið okkar eins og náttúrulega, já, þú veist, en planið okkar var að vera úti að taka upp fyrir blökasti. Að taka upp fyrir blökasti, vera með 3 þætti allavega fyrir blökastið í mynd og bucket list og fleira og vera bara, við ætlum að vinna í júli. Já, það verður svolítið þannig en þessu verður fagna. Engar áhyggjur. Erfið vinnuferð. Það verður mjög skrítið, heyrist illa í það heyrist svo lágt í agli, samt er mækurinn alveg uppi. Já, bara fara að reka G. Hækkaði bara sleðan, nei, hérna agli. Rikki G er í golfferð ellendis núna, hann getur ekki verið að spáði þessu. Það er ekki búið að renna af okkar manni þar sko. Maður veit alltaf að komi í Rikka þegar hann er byrjað að setja svona væmin lög undir stóriðið sitt á Instagram. Þá hugsa maður, kallin er alveg, það er 2-3 jagrar fallin niður hann sko. Það er pottet. En er það ekki allt í lagi? Ég elska það. Ég meina, þú veist, hann er úti í golfferð, hann áður að njóta. Já, sjá mjúkur hliðin á Rikka eftir nokkara jagara í golfferð. Það er líka með álur í fyllibittu svona, Kristi Pálsson, sölumæður og kynlingsvíkill og sportusunni með honum mann sko. Það eru tveir þarna bara. Og Þröstur og Ingi eigundur sportus, þetta er alltaf álur í fyllibittu. Já, við erum líka síðustu menn hérna til að vera að dæma eitthvað svona ferðir. Nei, hann verð bara í blackout og kemur svo heim. Já, herðu, þetta var stór vika, drengir. Við erum að leita nýjum landsliðsþjálfara. Já, einmitt. Hvað er einhver nöfn sem að hvað getur tekið við þessu? Kannski að spyrja mig að því. Voru með Arnar Gunnar Áksson. Steinþór er svolítið. Já, Steindi getur ekki nefnt 2 leikmenn í landsliðinu sko. Ég elska á að spyrja mig hvað þjálfari að koma að þinn. Þetta var svolítið meira beint að agli. Nei, veistu hvað? Sem fylgist með fótbolta. Ég veit ekki með að þetta Gunnar Áksson er besti þjálfari sem Íslendingar höfum átt sko, og það er klárt. Er hann ekki með margra miljónkróna dýr? En að fá bara eitthvað erlendan og Gunnar Áksson er bara áfram með Vikes og hérna. Er það ekki, það eru talandum líka bara að vera í góða skapa styttist. Hvenær byrja deildin? Ekki bara næstu viku og svo líka og sko apríl. Ég er að peppast meira upp en ég var áðan. Ég var nógu peppaði fyrir þáttinn. Úrslitakeppnin í körfubolta er að fara að byrja. Síðast umferðin var í gær. Besta deildin er að fara að byrja. Ég kalli þetta ennþá Pepsi-deildina. Reyndar þegar þú bara, ég endar þegar þú sagði rána apríl var geggjaður. Hann er bestur. Þetta er manjur, en þú útskýrur ekki, boltin fer í gang. Sko, áttalega úrslitin í meistaradeildinni og Evrópudeildinni fyrir þá sem eiga lið þar. Það er alltaf gerast. Þetta þýðir fyrir mig að ég sé að fara að tapa held líka peningum. Nei, bara, við getum alveg verið heiðilega við það að seðlar fjúka inn í chatinu okkar. Þú veitur að meina einhvern tímann að það væri erfiðast í heima að betta á íslensku deildinni fólk. Þú átt að rönni. Mál er, ég er nefnilega bara við sé betra. Ég eldi oftast þess að seðla við ykkur. Ég man ekki eftir hvenær þið gengur. Ákveð að ljúga á þjóðinni því að þú ert orðin nýjasti Sverrir Bergmann. Þú sendir seðal á hverjum degi. Egill vissi ekki eins og verið leikjur daginn þegar þú varst að betta sko. Ég vissi ekki eins og verið fótboltaspilaður.
Hann er nýi Svessi sko. Það var hérna, nei það var Ítalía og England. Nei, það var ekki Ítalía Nei, það var 50 degi Ég horfði á Ítalía og England. Þetta voru stóri leikir. Ég er búin að fylgjast nefnilega með hérna undankeppni sem er svolítið merkilegt því að Er það út af seðlunniðinu? Ég er gaman að þeim En nei, ég ákvað að gera stundum bara svona ákvað með bara að fylgjast með og ég fór og fylgdist svolítið vel með þessu og hérna Já, þetta er bara allt gott að blessa. Bæði ekki Ívar Guðmundsson ekstra góðan þátt í dag? Jó, hann sendi á Ívar Gött Mönnsson að hlusta, við sendum kveðju á hann vildi að við verum ekstra rugglaðir í dag. Hann er bara ekstra hressir og ekstra skemmtilegir. Já, hann er í gír. Og ég sagði bara affirmative, þú veist, Ívar Gött Mönnsson. Já, ég meina, það er ekki bara hægt, sko. Nei, herru, svo líka, það er að koma núna inn, ég veit ekki hvort þú sé komin inn og vísa en páskaauglýsingin okkar. Nei, hvað kemur klukkan 5? Við vorum að hendi í auglýsingu fyrir páskabingoið og hún er steikt en skemmtileg. Getur tísa hvað þú ert þarna í auglýsingunni? Steikt en páskaungi. Sko, ég er að fá svo mörg skilabóð, maður heyrist bara valla í agli. Eða hendur mér þennan mæk hérna, Snörgast? Já, þú voruð bara svissa. Þá er bara betra að þú fari í þennan hérna. Bilaði mækin? Nei, að þessi fari. Þú takir þennan. Eins betur yfir núna. Já. Og núna það bara með fullið máli, ég elskar ykkur gefa út á lífun en ég fer að fara að reka nú er ég komin í nýtt sæti hérna. Það er mér sem ég er svo vanafast mér skrítið að sjá það. Þetta er bara ekki hægt. Ég hef aldrei verið, gestur yfir hérna sko. Þessi maður ekki greinlega byrja, við sko við hefum svo geggja að það var okkur að benda á þetta strax. Er ekki bara að heyra orða þess að ég sagði frá að ég setti þetta niður? Heyrist bara láttir eins og hafi verið meter frá honum. En nú þarf að skella núna bara svona vaskönnu í andlitu á herra Blackout þarna í sögðu góðferð og hann þarf að dutta sér í vinnuna. Það virkar ekki mækar hérna og laga mækana. Það er að gera þetta. Það er allt í rugli. Herðu páskandi drengir. Ég vil líka ég með öxli stenda mjög nála. Já, það er bara mjög hugulegt að hafa þetta. Út þetta sexy takk fyrir. Herðu páskamusikinn. Já, hún kemur inn á eftir bara. Hún er að koma núna inn á aðtöga hvort þú sé út í tölvunni. Getur hendin. Hún var ekki komin inn. Hvað ert þú þarna? Svona tísum aðeins hérna páskaauglýsing. Ég get sagt það bara hér, þetta með steiktara sem ég gert. Það var þessi páskaauglýsing fyrir þetta páskabingo. Og þetta er hugmyndin að steikta. Hver heldur? Hver heldur að vilja leika páskaunga í einhverju eggi? Já, yfirleitt kemur svona smá skríti. En málega er að ég En þú svo flottu páskaunga. Það sem ég var að skeggi, sant? Jú, málega er að þetta er páska. Við hugsaðum bara, ok, þetta er páska. Við erum að fara með páskabingo á föstudaginn langa. Já, bara næsta föstudag. Herru, við getum líka tilkynnt það hérna núna í fyrstu innkomu. Við verðum með þátt líka á föstudaginn langa. Það er ekki margir sem gera það. Við erum inn á Óskar sko. Við erum að reyna að segja okkur að fara í frí sko. Fórstjórinn kom til mín á hann og sagði bara verið heima. Þið eruð í frí. Já, þið eruð í frí. Nei, við erum ekki í frí. En málið er að þú veist, þessi auglýsing sem sagt sko er ég meina hvað ætlar að gera í kringu páskana? Við hugsaum, ok, Jay-Z, ætlum að fara er einhver á okkur að fara á krossin? Það var pælingarinn að græja kross. Það er orðið mikið vesen að græja kross. Það heldur í sig páskana sko. Já, en svo tenging þar kannski. Ég meina, páskaungi, þú veist, ég meina, þetta er beintenging. Já, þetta er mjög grillað og fólk sér þetta eftir þetta kemur inn á eftir. Páskaungi í þessu auglýsingu. Ég fekk heiðurinn að vera páskaungi og hérna Þú kemur on the line á eftir. Mér veist auðvitað ekki frábært. Ég veit ekki hvað þeir að bulla mér. Hún er bara frábært. Hún er steikt en skemmtileg. En sko, við erum með þrjusu þátt í dag. Við erum ekki með páskaþema eins og við erum alltaf með í síðasta ætti fyrir páska. Því að við ætlum að vera á föstudaginn langa og þá verður svona páskaþáttur F95 blöð. Þá kemur ljóskurinn með páskakall sko. Það verður næsta föstudag. Með páskakall, það er skrítið. Það er ríkalegt að vera páskakall. Líka bara fullorðið maður. Það kemur ljós næsta föstudag sko. Hvernig myndur þú lýsa þetta? Hann er rosa páskakall. Það er bróðægilegt. En það menn eru jólamenn og þú veist jólabönn og páskabarn. Það má segja páskabarn. Ég meina, er það ekki? Vera páskamaður. Nei, páskakall. Ég skil ekki hverju munur á páskum og jólum. Þetta er same shit, skil. Þú tölum aldrei um okkur sem jólakalla. Nei, en við getum ekki verið með sama og síðast af því að ég var spurður að líka í vikunum hvort við verðum með 3 tíma þátt. Síðast vorum við 3 tíma þátt á föstudaginn langa. En við getum ekki núna því við förum beint í bingoið. Þannig að þetta verður venjuleg þáttur en páskaþáttur. Og já, í dag spurningkeppni Gilsarans, það er þá væntanlega ekki King of Easter, það er næsta föstudag. Það er næst sko. Það hefði verið núna, þú eru vinnualkar, þá er ég með í dag King of Spring sem er svona sem rímar. Já, King of Spring. Basically rímar sko. Og þetta er keppni sem verið margoft áður. Margoft. Og þú veist, og staðin þannig að Blöð, þú tókst þetta 2018, 21. mars. Steinþór tók þetta svo 2001, 19. mars og Steinþór tók þetta aftur 11. apríl í fyrra. Já. Þannig að það er 2-1 fyrir Steinda í King of Spring og það er helviti spennandi sko. Já, sko, nei, ég er ekki líklegri að því að Jú, þú sagði þessu sko. Nei, já, sko, en Ötti er búin að tala um það í þættinum að hann er
mikill vorkall. Bara apríl, besti mánuðin. Já, sem bara ekkert nema vor. Segðu og skrifa. Og rannsóknir sína líka fólk meira horni þegar það fara að vora sko. Hvað er rannsóknir Hvað er rannsóknir Það er sína? búin að kynna mér þetta Það er að byrta til og Það skoða einhverjar öðru síður en ég. Það sem að tala um að vera vorni Ná, þá þú Sem við höfum rætt. Já, þú ætlar að fara í How Do You Do Fellow Kids. Ég sá það á Instagraminu. Já, og það var smá spark í rassinn. Hann Sævar Magnússon sendi mig skilabóð á Instagram í morgun og hann sagði við erum að fara upp í bústað félagarnir. Já. Djöfull var ég til í How Do You Do Fellow Kids og ég ætla bara að svara kallinu. Vel gert. Bara ætla, ég auglist eftir því á Insta og ég er búin að fá helling, sko, ég held ég sé með nóga efni núna bara í örgulega 2-3 þætti, sko, bara ég er með fullt af frösum. Þetta er líka því að þú ert búin að vera upp á síðkast. Þú ert búin að vera með How Do You Do Opos. Já, ég er búin að vera svolítið að vinna með Opposið og þú ert búin að vera þar góður, blöð, sko. Nú er ótrúlega segur því sko. Helvíti segur, sko. Ég er segari samt í How Do You Do Fellow Kids. Já, Ég er að Fellow Það Kids, er mjög segur það líka Egil gæti verið í vesinn í dag en Egil, Ekkert ég eðlilega lélegur. ætla að byggja það bara um á eftir. Ég er mjög lélegur í því, sko. Þegar við förum í þetta á eftir legðu tölvunni, fullur fókus, vertu tilbúið með höndina upp, takt þetta núna, reynd að vinna í dag. Já, Gerðu ekki það bara gefast upp áður en það byrjar. Nei. Bara þú eigir ekki sens Það er mjög erfitt að eiga Já, verið bara blöðar talaðu upp, ég minna þú ert Ég er ekki hægt, sko. Þú ert með puttan á púlsinu, þú veist alveg hvað er að gerast on the streets. Já, Þú já, ert ég- einn af the cool kids. Það ekki? Settu það hanga. Herru, svo erum við með Mundurinn fyrir Cash sem er Don't Call It a Comeback en ég er búin að vera með núna 2 eða 3 vikur í röð og mér finnst gaman að hendi í það þannig að ég hendi aftur í það og það er mjög gott í dag. Hlefin er líka geggjaður. Þar fórum við í gamlan og góðan lið sem heitir Leiðilega sögur og við tengdu þar enda við páska. Maður átt að hringja og segja leiðilega páskasögu við eitthvað fólk sem maður þekkir mikið neitt. Ég ætla bara samt að segja eitt núna. Greiði fólki sem vekk Þú ert eftir að elska þetta, Steindir að tala ensku þarna. Ég var búinn að gleyma. Ég ætla að Oft eftir að hann er að tala ensku þá er ég náttúrulega bara vel í því Já, og ég fylgist ekki nógu vel með. Hann talar ekki ensku Steinþór Róa Steinþórsson er valla talandi á ensku. Það heyrist eftir í klefanum. Býta þess, í fyrsta lagi finnst mér þetta Hann vildi ekki spila þetta. Nei, mér finnst það óréttlega. Ég er ekki að grínast. Ég sagði við auðvitað eftir kleðan. Ég sagði við erum ekki að fara að spila þetta var ekki neitt, sko. Og Jú. auðvitað er harður á því að, sko, mér finnst ljótt að spila Hlustundu fá þetta. að heyra það eftir. Svo er eitt í þessu líka sem ég verð bara að fá að segja núna. Ég verð bara að fá að segja þetta. Er að ef þú ert látin tala ensku á bara, ef þú ert settur á spot í þetta, þá er það miklu erfara. Ef ég vissi núna að ég væri að fara bara, ok, ég er ellendis og ég er að fara að stoppa inn á leigubílina, þá ég er að fara að tala á hann ensku. Akkur er það erfiðara. En ef ég ringi bara, já, góðan daginn, yes, hello, Já, þá bara skiptir yfir ensku. Það er ekkert Jó, það er auðvitað erfiðara, sko. Það er alltaf erfiðara að vera Já, var spontant á ensku. svarað á ensku og þú ert að skipta yfir hann á strax Já, og það var Hann var að ringi í konu sem heitir Hólmfríður og það var gaur sem svaraði síman og talaði ensku. Ég hef bara ekki heyrt verri ensku aðeins. Ég held að Sveppi var í slæmur. Steindi er verri en hann. Ég vissi heldur ekki alveg hvort ég ætti að halda áfram eða hvort ég myndum bara syngja hana, sko. Þannig að þú varst alltaf áfram, ég bara, ok. En muni ekki líka hvað var gaman að Starbucks Stoney þegar maður ringja Starbucks út af því að alltaf tala hræðilega ensku sem gerða ekstra Ég skemmt tala ekki tæðilega ensku. Hvað er langt sem ég fórum í Starbucks? Hefur ekki að kveikja aftur? Steindi, þú ert alltaf talandi. Hefur ekki að bjalla í Starbucks? Ég er að segja þér það satt. Ég held að ég sé jafn góður í sænsku eða dönsku og þú í ensku. Það er ekki það. Þannig ég prata lítið. Nei, ég bara, eins og ég segi, maður er ekkert alltaf talandi ensku en auðvitað tala í fína ensku. Hvað er vitleisa er þetta? Ég held Nei, þú the gaming skilir hann world. ágætlega sko. Já, Því að þú ert bara með Íslandíku skilja hana ágætla eins og ég skilja hana bara ekki alla. Þú Þú rugglaður. Hvað er í gangi? Þú skilur betur en þú talar. Það er alveg Ég skil 100%. hana bara alveg. Já. Hvað Já, er þú að skilur gera? Skilur kannski ekki alveg En maður heyrir Erum við komið þanga bara? Nei, þegar maður heyrir þið tala ensku Já. þá er maður ekkert við, veist, til dæmis ef ég væri enskumælandi Já. og væri að tala við þá myndi ég aldrei trúa að ég væri að skilja allt sem ég segi að því þú talar um svo illa Jú. Er Sveppi alveg eins og Ég er Er Sveppi alveg eins og Steindi? Er það bara alveg eins? Ég fann alltaf steindi sér Nei, bara verri Sveppi 10 svona verið. Samt að búin í AC svona 40 sinn Herru, það væri gaman að ég og Alltaf. Sveppi myndum taka upp eitt einslægt til hann á ensku. Já, Og tveir, það væri bara og veistla. Það var ræðilegt Þannig að sá klefi er og eftir þar heyri steinda að Já, tala það er ensku Við erum svo sturða staðrindir þær eru á sínu stað og svo stendur eitthvað, já, herru, hvort myndur þú frekar? Þú ert búin að reyna að fara í það bara núna í nokkra vikur eða ekki? Steindi búin að vera Já. með það lengi í gangi en það var ekki aldrei náði inn Það er svo mikið að gera hjá Mér finnst Já. yfirleitt sko að mínu liðir ekkert ná oft hérna inn. Já, ég Svona meina- gengur og gerir, það er það ekki bara vaninn í þessu. How Do You Do Fellow Kids verður pottit í dag Já, og mávarnir fengur nú aldrei að koma. Ég var til í mávana. Það var alltaf, Nei, tíminn var mávarnir. alltaf óvart búinn þegar mínu liðir alltaf að koma. Já, ég lofa þar alltaf að við förum í How Do You Do Fellow Kids í Já, dag takk fyrir það. Er ekki drengir á leiðinu upp í bústað að hlusta á? Jó, ég meina við erum aðalega að gera þetta fyrir hlustendur
hlustendur. Ég meina, ég bara mjög til í Það allt gett fyrir hlustendur hér. Gæri sem pöntu þetta, þeir eru leiðin í bústað að hellísi þar. Ég var alveg til að vera á leiðin upp í bústað. Ég gerir nú bara ráð fyrir að sé nú einhverju fleiri sem pöntu þetta. Bara svona. Já, það er ekki bara einn gaur. Nei, var þetta ekki bara stemningsliður? Jó, hann það. Svo annar liður sem að heitir lagið í Hyundai Couplum. Ég fór að hugsa, á ég að tengja það við fyrstu innkomi alltaf eins og við vorum alltaf með Bubba á sínum tíma eða á ég að hafa þetta inn í þættin. En viltu ekki bara tengja þetta við fyrstu innkomi og opna þetta á Couplum? Ég meina, okkur ekki Ok, af því að ég er með lagtilbúið þetta sem er Hyundai Couple lag. En það er eitt í þessu, af því að þú varst að tala um daginn að Skattmann hafi ekki verið heitur í Couplum. Aldrei, hann var aldrei spilaður þar. Ég var að lesa á netinu að það er að fara að koma risa Hollywoodmynd Skattmann. Nei, bara hann. Já, tónlistamannin. Það er talandi myndir sem ég er spenntur fyrir að koma hérna sögur Nike og Jordan djurlagt. Já, hún er að koma í bíó. Hún er á leiðin í bíó. Já. Strákar, áður við byrjum með þátt á verið að segja ykkur að ég er á leiðin norður á sundaginn. Já, þetta var að keira og segja píanó. Ég er að fara í svakalegt mission Egil, sko. Ég er búin að geyma þetta fyrir Egil, sko. Hann er svo gaman að þessu. Hvað djúvel það var að gera þar? Nei, þú veist, þetta er ekki alveg nelt. En ég gæti verið á leiðinni norður á sundaginn að segja píanó. En það þarf mjög margt að ganga upp. Fyrir The Mansion? Nei, bara fyrir dóttir mína. Hún var að byrja að býr í The Mansion, eða ekki? Já, ég meina það. Já, sko, máli er að það þarf heldur margt að ganga upp, sko. Í fyrsta lagi tala um húsið þitt. Nei, í fyrsta lagi, sko. Í fyrsta lagi þarf ég að auglýsa núna eftir sendiferð. Fannst þetta bara á Brask og Brall og eitthvað gæði frá auglýsetti píjónin og I'll take it? Já, það er bara hann. Og þetta bara sækja það í... Ertu orðin svona blandvíkil eins og Skari og Nei, ég bara, sko, þú veist, það er ekkit lett að finna bara píjánó. Þú getur ekki bara labbað inn einhverju búð og kett píjánó? Nei, það kostar bara 1 milljón. Já, þannig að þú veist, það er ágætt fyrir kannski að aðtöga hvort að krakkin vilji og endist í píanó. Ég veit ekki hvort þessi staður eða tími en hefur ekkert hugsað til þess bara að slaka þessu drikkjun og kaupa píanó handa dóttiðin. Já, það kaupir engin, það fer engin út í búð og kaupir píanó nema og sett sko búin að píanó er ekkert alltaf að detta sölu. Þarna kom bara píanó, ég sá það er fyrir norðan, ég hugsaði hvað ég að gera og ég ákvað að tjekka á þessu, hvað kostar að senda þetta píanó? Það kostar svona 200 skall. Þannig að ég hugsaði, ok, ég fer bara sjálfur, þannig að ég þarf bara sendiferðarbíl. Ertu basically núna að auglýsa eftir sendiferðarbíl? Ég get náttúrulega líka bara leikt sendiferðarbíl, en ég þarf að, en aðalega er ég að auglýsa eftir hjálpa Akureyri að flytja inn í bílinn. En ég hugsa stóri. Þú er með 3 brjóskljós, þú mátt ekki halda píanó. Jú, en ég ringi vantilega bara í húsvörun, Dóri hlýtur að hjálpa mér að bera þetta inn í bílinn. Þetta bara að leigja eitthvað bíl til að keyra á akt, til að sækja eitthvað. Gæti verið leiðilegasta mission sem ég heyrst ekki það alltaf gaman að koma norður. Sko, nei, málið það, ég myndi keira bara sundarsmánni, ég lendur 3 leiti kannski ekkert eða eitthvað, sæki píanóð með Stóra sem ég er ekki búin að tala við bæði nema ég bara hann er að hlusta núna, hann veit að reglan í jobbi núna, hann er upptökjum sundaginn, svo keiri ég bara tilbaka með það og ég er bara komin heim kvöldi. En það er ekki dott í hug bara að skuttla því frá akt til þín, þú tekur á mótið heima bara. Það er ógeðslega dýrt, sko. Það kostar í alveg 300 skall, sko. 200-300 skall. Það veitur það að stindir að reyna að koma píanóið frá Akureyri til Reykjavíkur. Það er veistla fyrir mig, þú veist, bara við segjum fyrir fáum pössur, förum yfir og hlustum á podcast og djókum. En málega þess að þó að Grislingur mun aldrei spila á þetta. Jú, hún æfir á píanó. Já, þó mun ekki, veist, þegar maður dett út af því. Og það er alveg sexy í flottu húsi að hafa píanó. Þetta er fjárfesting. Já, líka þegar þetta er píanó sko frá 1940 eða eitthvað. Og leggur bjórin á það. Já, mikil sáli. Þetta er svona viðar, gamalt viðarpíanó. Hann er must að hafa sáli í þessu. Nei, það er bara svona viðar, brúnt viðar píanó. Það er flott sko. Hvað var bara gamla góða skemmtaran? Ef það er skemmtir þetta sölu þá ætla ég að segja það núna, I'll take it. Það er bara, verð skiptir ekki máli ef það er skemmtir þetta sölu. Ég verði til að eiga þannig. Herri, ég er að spá að opna þetta hérna á, ok, drengir, þetta er lag sem hafa spilað í Hyundai Couplum, svona í kringum 99, myndi ég halda. Setti Horniblóð á eða Landakösa, hver setti lögin á? Landakösa. Ég náttúrulega var DJ í mínum eigin bíl, segir sér sjálft. Þið þekkir hljómsveitina Pearl Jam. Þekkiði lag sem að, hvað hét áttu bíómyndir sem þetta var í, allavega, það er lag sem heitir Stay Love and Trust, veitir hvað lag þetta er? Ég þarf að setja það bara á. Ég er að fara að setja það á. Það er margir sko, þú þekki að ég fara að spilla yfir á bylgju. Þú ætti að vera að vera hitt. Getur ekki haft það létt undir með að kynna þinn. Ok, ég er bara að setja það á núna. Þetta er Hyundai Couple lag dagsins. Rosalegt lag. Ef þú vilt alvöru lag og Hyundai Couple. Og mannst þetta var einhver minning með þessu? Nei, ég var ekkert að, nei, alls ekki. Bara jú, góða minningar. Krókurinn að rúnda.
Rosalegt lag hér í FNÍ Blöð State of Love and Trust með Pearl Jam. Þetta hefur ekki verið spilað áður á FN, ég get lofa eitthvað því. Þetta er rosalegt maður. Þetta er alveg lag sko. Þú varst að fíla þetta sniði. Já. Og myndin eitthvað singles, ég myndi allt í. Já, ég Matt Dillon og fleiri. Algjörlega, ég var samt að segja við ykkur núna bara, og þú veist, auðvitað Pearl Jam, þú veist, legendary band, geggja band, ég er ekki að fara að skýta við Pearl Jam, sko. Allir hún ekki. En ég er að segja bara, þú veist, það er svo fyndi hvað við ólust upp við mismunandi, sko, hvað er það, við erum 4 ára með? Út af það miklu yngri, sko, út af 10-12 ára yngri. Nei, ég er 4 ára yngri, það er... Þegar ég er að rúnda á Hyundai Coupe, þá er þú bara einhver 14 ára krakki, sko. Þegar þú komið bílpróf, 17? Nei, ég fekk Coupeinn þegar ég var 18 ára. Já, þá er ég bara 14, en þá... Þú veist, þú bara geta sand, menn að ég er á rúndunum með fullt af skemmtulega fólk í Sauðárkróki, sko. Ég allavega, sko... Maður var ekki að hlusta á þetta daglega, sko. En mér er svolítið gaman að þessu, sko. Hvaða tónlist var í bílum með þér þegar þú varst að byrja að rúnda? Því ég var að byrja að rúnda, ég var bara að hlusta á rap, sko. Það er málið, sko. Hvað það bara Eminem? En líka íslenskt, já, Eminem, já, og Drey og Onyx og Wu og allt bara. Allt sem ég komst í. En það fóð maður bara, sko, keirinir í skífu og keipti diska og stundu 2 fyrir 1 og ég sakna að fara í skífun og leita plaggati. Já, alltaf þegar ég kom suður og keipti nýtt plaggat. Já, plaggat og geisladiska. Svo fóð maður stundu náttúrulega á hvað heitir þetta? Napsterinn. Já, ég var aldrei þar. Maður var í 3-4 daga ná í 2-3 lög. Ég hef aldrei downloadað lagi ólöglega og ég hef aldrei sótt neitt ólöglega. Ég kann það ekki. Áttur ekki svona, ég átti endalust að skrifa diskum, skilju, áttu bíla. Já, ég fekk alveg svoleiðis, en ég kunni bara ekki gera það sjálfur. Nei, ég reyndar, sko, það var bara 12 með félag mín, það voru bara allir að downloada þar, sko. Þetta er tilbúin í slúður, drengir. Já, takk. Er þetta festi í dag? Ég er með, ágætis pakka. Ég ætla að byrja á, Selena Gomez og Zayn Malik. Vitið hver það er? Nei, hann var í One Direction og er risa tónlistamæður. Ég get lofa eitthvað því að svona 90% af hlustendum okkar vita hverju þetta eru. Við tala nokkuð sér hann, sko, þess að poppaðun upp, sko. Við þekkjum ekki neitt, sko. Þau eru vist byrjað að deyta og það sást til þeirra á stefnumóti í New York á dögunum og þetta eru risa fréttir í slúður heimunum. Hann og Alicia Keys. Nei, hvað sagður þau? Selena Gomez. Já. Og Malik Zayn. Hvernig fyrstu að Alicia Keys? Ég veit ekki, en já, ok. Poppa hún alltaf í nössu? Það var með Bieber. Sko, já, en það sem að mér finnst pínu skrítið í þessu, þau eru sem sagt að núna verð ég að taka hans upp hanskan fyrir Steinda, hvort þetta sé eitthvað svona publicity stönd, því að þau eru mjög fræg bæðið tvö, þó svo að steingerfingurinn Steinþórsson veit ekki hver þetta eru. Þetta er ofupar. Þetta er þannig. Þetta er bara með, þetta eru 2 risastjörnur og þau voru á einhverjum veitingastað og sátu á miðjum veitingastaðnum í 2 klukkustundir og deildu ófáum kossum með kvöldmatnum. Já, þau báðu ekki bás út í hotni. Nei, þau voru að kissast fyrir framan allar. Já, bara það til dæmis er steikt, hvort sem út frægur eða ekki. Að sitja á veitingastað í sleik er bara... Ég hef sagt þetta svo aftur. Enn og aftur, af hverju sér ekki headlines Everyday með Beyoncé og Jay-Z sem eru 10 svona frægri? Þau vilja þetta ekki. Af því að þú ræður því. Já. Þau nennaði ekki og vilja það ekki. Þá eru þau ekki á því. Selena Gomez er líka búin að vera í einhverjum fréttum út af einhverju deilu sinni við Hailey Bieber sem við erum búin að fjalla um. Kannski vildi hún bara einhvern veginn svona jákvæðari fréttir eða eitthvað, ég veit ekki. Ef þú vilt headlines, þá ferðu á vinsæla stað og ert í sleik allt kvöldið, sko. Þá ferðu headlines. Ég fer svo langt að segja að aldrei að vera á veitingastað í sleik. Nei, en þetta er stórfurðulega. Er þið myndir af þessu sleik? Nei, maður náðist ekki. Sko, með því hvernig það byrjar, þá ekki langlíft hjá völvunni. Nei, ok. Þú veist að þetta sé bara fling. Ég er naskur í þessu. Ég ætla að segja þetta sé hérna nokkra fórsíður og stemning og gaman og svona og allir fóðu eitthvað. Já. En svo held ég þetta fjár út og allir vinnir. Herru, talandi sleika, þá er Olivia Wilde sem sagt Harry Styles, talandi One Direction, herru, þeir eru svolítið hérna í slúðurinn núna. Ég hann er. Já, hann var sem sagt í sleik við Emily Ratajkowski, held ég sé að segja þetta rétt, og hún er góð vinkona Olivia Wilde, sem er fyrirhandi konunars Jason Sudeikis, munið eftir að þau voru að hætta saman, hann var erfitt rockamann. Sem var í Beverly Hills? Nei, sem er hérna í Ted Lasso. Já. Og þær eru góða vinkonur, en það náðust að myndbanda sem að Harry Styles var í sleik við
Radakoski, Emily og ég er búin að sjá það vídeo. Jú, það er margir í sleik. Já, það er líka á ressa. Maður er missing out. Nei, á við einhvern bíl og Þú þannig geggjaður í sleikblöð, sko. Nei, ég veit það ekki, jú, ég held sér ágættur. Sleikblöð er svona einhver uppbóðsblöð, sko. Það veist þú Sleikblöð er reyndar, já, það er svona, er ekki smá tenging við vúrþblöð og sleikblöð, er þetta ekki svona svipaði blöð? Ég get alveg staðfest það, vúrþblöð var meiri í sleik heldur en FNÍFM blöð en já, og hún er brjál, þær eru sérst vinkonur og voru búin að vera saman dæmin og hún er núna grátbyggða hann að fyrirgefa sér þetta. Er hann, pyrringur yfir svo sleik hann? Já, því þær eru vinkonur og þetta er fyrirhandi, þau eru nýhætt saman sérst Olivia Wilde og Harry Styles. Þetta er svo ómerkilegt, ég skammast mig fyrir að segja þetta. Bíddu, hún er pyrruð en hún var með honum Jason úr Ted. Sudeikis. Já, basically bara segja hvað fólk getur. Já, en af hverju er hún það pyrruð út í Harry Styles? Það eru vinkonur. Það voru hættu saman og besta vinkonuna fór í sleik með hann og bara 5 minútur setna eftir að hættu saman. Já, það er akkurat, Egill Mæru sem þú bara nærður sig ekki. Ok, þetta eru 2 pör sem eru bara vinapör. Nei, þetta er ekki vinapör. Jason Sudeikis er ekkert inn í þessu, Steinfór. Þau eru hætt saman. En af hverju settur hann inn í það? Af því ég bara rifja upp fyrir ykkur hver þetta var. Olivia Wilde sem var með honum. Nei, ég greinlega má ekki hendin auka nöfnum í slúrinu. Það bara fer alveg með þig. Nei, já, smá henn. En var þetta þess að public sleikur? Já, þetta náðast á vídeo, þetta var fyrir utan einhvern bíl. Já, ég minna, veist Við erum samt servið, þetta er samt í einhverju bíl. Að vita það að þetta myndi nást á kameru. Þannig að hún hætti með honum og byrjar með hinn. Sjáu, ég er að spila þetta fyrir ykkur. Þetta er ekkert bara ég, það er bara stór furðulegt að horfa á fólk í sleik. Það er ég eitthvað ruglaður. Nei, standa fyrir einhvern bíl í sleik. Sko líka, þú veist, þau get ekki, er það fætt í gæri? Þú veit að næst vídeo að það eru út fyrir sleik þarna, þú veit að vita þetta. Steindi fyrir sleik, í bæ, fút á götu. Það er bara komið um alltaf eftir. En eru þá öll búin að vera í sleik? Basically. Hver? En þú veist, hún er ennþá að ná ég ætla bara að fara í Þetta er næsti móli, sko. Eina sem við veitum að þeir, sko, hún hætti með honum og byrjar með hinnum og þá er fyrirverandi fúl. Nei, ég er ekki útskipt við það náðu satt En við sendum e-mail með þessu Það var flókisnænt eftir Nei, þetta er nefnilega ekkert flókis Ég get lofað þér því Egill á þessu strax og allir sem að hlusta náðu satt Það var vel flókis Hvernig þá? Þær eru vinkonur, tvær Það er sem að slúður gengur út á Harry Styles er nýhættur með Olivia Wilde Og hinn var með Jason Já, hún var gift honum að eiga börn Ég var bara að segja munið þetta eru þau Já, ok Bara til að hjálpa þér Alveg heiðalegur, ég er ekki með þetta upp á 10 Í alvörunni? 7-5 Hvernig er þetta hægt? Já, ég veit ekki Þetta er flókimóli Nei, þetta er nefnilega ekki flóki Þetta er eins einfalt að verður En þeir eru góðir Hverjir? Ertu full? Nei, ég er að segja Harry og... Ég sé það á þér núna, þú ert ekki svona að grínast Nei, Harry og Jason Þeir voru aldrei vinnir Nei, Harry Styles stál Olivia Wilde af Jason Sudeikis Þá hljóta þær að fúlir Já, þeir eru ekkert vinnir, það tengdist þessu slúður ekki neitt Akkurat Næsti móli bara Vonandi Kurt eða einhver Einfaldur móli næst Jennifer Aniston og hún var í viðtali núna Hún er sleik líka Sleik konstið í dag og blöð Já, sem hefði verið skemmtilegt En það er Ég held að flesti sé þetta á vísi í dag Það eru konur hópar sem er að móðgast yfir Friends Og Jennifer Aniston er svona basically viðtali að segja fólki að slaka hans á bara þetta séu þætti síns tíma og ég skil ekki samt hvernig þetta er Friends Já Það hefur þetta töði yfir því, það er bara Það eru báðar búin að opna sig á það Jennifer Aniston og hún Phoebe Buffay Hún heitir aftur leikonan Lisa Kudrow Það eru búin að opna að það eru að fá hatur frá fólki út af Friends sem að sko síðasti þáttu var tekinu upp fyrir 20 árum síðan eða eitthvað Þetta er alveg gal En alltaf tíðarandinn er allt öðru Fólk eru vantilega þá að móðgast út í grínið Já, líka móðgast að sé all white cast og eitthvað svona og þetta er bara fullt eitthvað sem er verið að rakka niður hann Já, ég ekki bara leifa Jó, þetta er leiðileg múlið Lefa fólki bara töði við því Við erum skemmtið þáttur Náður þessum múla, Steindi? Náðunum Ég hef búin að lesa hann í dag maður Glæsilegt, við skuldum auglýsingar svo heyrum við Steindi að tala ensku hér eftir ástund í Klefa dagsins Ég veit það ekki Þetta finnst mér sturlalag Metro Boomin og The Weeknd Creepin hér í FM 95 Blö og ég sagði við ætlum að fara að hlusta á Steindi að tala ensku en ég ætla að geyma það aðeins strengir því ég ætla að fara fyrst í myndunni fyrir cash Er þetta hægt að vera bara leiðilega sögur og dagskráleirin er þetta bara orðið ég að tala ensku Er það bara orðið nýjan Þetta er alltaf, leiðilega páskasögur Náttúrulega mitt síndal á hræðilegt, ég veit ekki eins og hvað sé það inni Nei, eins og ég segi, þá var þetta líka bara þetta var spándant og fólk er ekki að vera að dæma
ensku kunnáttu mína út frá einu síndali. Alls ekki. No. Herðu, þið tilbúinir í myndinu fyrir cash? Já. Ég hættur einhverjum svona dóp spurningum með pabbi ykkar. Fíknefnin farin. Já, það er kannski komið pásu. Léttur ykkur voru mikið það undanfarið. Já, og enda ég þól ekki að ræða fíknefni út úr. Herðu, þið tilbúinir? Þetta kom nú allt frá þér, sko. Ég veit það, þetta skammast mér fyrir það. Fyrsta spurning, og þetta þetta mun koma fólki á óvart, en þetta er mun erfæri spurning fyrir Steinda heldur en nokkuð tíman Egil, þó svo að fólk haldi pottið öfugt. Myndu þau hætta að spegla þig? Mættir aldrei spegla þig aftur fyrir 50 milljónir? Mála ég með kuldaexam. Já, þetta er ekki kuldaexam. Það er bara að þú spása mikið í útlitinu. En þess að þetta pota alltaf í þig? Nei, hann er bara að tjekka á útlitinu á sér. Nei, endalaust. alveg sama. Ég þarf að bera á examið. Hann potar mikið í sig, sko. Hann stendur fram á spegil svona klukktíma á dag að pota í andlitið á sér. Ég held að þetta sé einhver skrítin fíkn eða eitthvað. Ég get verið með róða í hásrótinni. Ég get að setja krem á það og... Ég hef aldrei séð þið setja krem á þessu, sko. Bara svo vitur það. Þetta tengjast ég ekki. Kremið er bara heima. Já, ertu að hugsa að þú eru að setja það á eftir það? Þegar þú kemur heim. Já, sko, málega er að eða snögg kólnar allt. En þetta er alveg upphæð. Þá getur ég fengið róða í hásvörðin. Þetta er alveg upphæð. 50 milljónir. 50 milljónir og aldrei að spegla sig aftur. Þú mátt ekki heldur spegla það þá í símanum eða neitt, sko. Það mátt taka myndir eða svona. Þá veistu samt aldrei bara hvernig þú lítur út. Ef þú ert að fara bara út. Nei. Sem er náttúrulega... Þú verður bara að treysta fólkinu í kringu þig? Já. Þá myndi ég bara basically segja blöður en hvernig lítið ákveðl út eða. Þá þú segja bara, já, þú reyndar... Það er eitthvað vaksklessa þarna og þú veit ekki alveg, vittu það erst eitthvað furðulegur. Greiður er þannig að þú ert ekki með speilist, þú var bara með vaksklessu í hár. Ég hef bara séð þið snirta yfirvarskeggi, ég veldi að segja potið, ég séð þið svona að þú ert að dúllar í yfirvarskegginu. Ég skil það mjög vel, það er mjög flott, sko. Það er bara fylgir því að vera með yfirvarskegg. Já, það er bara, það er geggja líka. Þú hugsar um það. Já, þú þarfst að hugsa vel það. Ákveð enginn að svara hérna, ætla að taka sig það. Þetta er 50M og... Mátt ekki speglað aftur, það sem þetta er ræðina. Ok, en við, þú veist, ég vinn í líkastöðastöðu og það er speglar út um allt. Ég má vera það Ertu að tala um að maður yrði jafnvel ósynlegur í spegli bara? Nei, þetta er basically bara að vera ekki með andlitið, nefið í speglum eitthvað á poti í sig. Nei, þú mátt bara ekki horfa á þig í speglum, þú mátt labba fram hjá honum. En ég þarf að hendi mig fudge í hárið á mér. Nei, þú máttu ekki. En það er erfiðara fyrir mann að vera alltaf að dodsa speglana. Ég myndi freka breyta svo bara við speglumst ekki. Jésús, ok. Við speglumst ekki. Við speglumst ekki. Bara eins og vampir. Já, þetta er svona bulla. Það hjálpa honum í þessu bara þannig. Nei, ég myndi ekki erfiðara fyrir því að vera trýtlum í ræktinni allt út í speglum og mátt aldrei horfa í sko ég er gaman alltaf að curla bíceps náttúrulega í hlýraból sko. Það er dögt þarna. Lifturðu upp í spegil? Það sjálfsög hvað ég starf á veggina. Horfur þú stundum í spegil og fróar þér? Ég þarf svar hérna. Rengir, ætti að hætta að spegla ykkur og þetta kemur á hörðust átt steindi því að það spegla sig engin meira en þú. Já, það var að spyrja út í að horfa á mig í speglu og hristi mig sko. Stórfurðuleg spurning. Nei, bara með hvað hann er að lifta eitthvað upp í speglu. Fólk sem er að lifta áfram heldur að sé allt í speglum í liftingarsal. Er alltaf að horfa á sjálfa sig lifta? Já, þú ert líka bara að fylgjast með forminu og sjá hvort það ekki alltaf upp á 10 og svona. Ég er ekki mikið að inni sko. Ég veit ekki. Þú lappar ekki inn í líkansræktastöð á þessu speglar. Nei, ég vissi ekki að væri svona allir. Ég vissi ekki allir að væri upp í spegla og horfa á sjálfa sig lifta. Upp í spegla? Nei, ég er að segja að það er stórfurðulegt. Sko, þegar þú kemur í the bodybuilding world og komur í 100 back og þú hakar það í bucket þá myndu kynna speglunum það sko. Já, þú varst ekki að kynna steinda fyrir nefnum speglum. Það er enginn á Íslandi sem spegla sem er það. Já. En ég myndi aldrei nenn að vera eitthvað að rembast upp í spegil og horfa mig 50M þrútinni framan að lyfta ykkur. Ég myndi taka þessu. Eina sem minnstu óþældan er sko, ég held að fötsi slepp alveg því að ég get alveg sett fötsi í hárað á mér og ég sirka með það rétt úr sinni í spegil. Það er þetta. Til hamingju með það. Þetta er aðalega sko bara eitthvað í gimmið og hvað, ég má ekki snúa speglunum. Það er helviti sérstætt sko. Já, þá segir þú bara nei. Já, ég er bara að segja það. Sko 50 milljónir, þetta er life changing amount. Ég tækir svo allt. Ég er náttúrulega, fólk verður átt að segja því að ég og Egill erum bara ekki með sömu laun. En þú getur ekki potað í þig hérna, nei. Þetta myndi bara gera helling fyrir sálarlíf mitt að þú myndir hætta að spegla þig. Sko, það var aðeins sneggri á stað. Því að Egill getur kallað okkur ímislegt og grínast með þetta. En sko, ég væri til í 50 milljónir. Já, ég líka. Það er bara alltaf það. Ég ætla að segja já. Já, ég líka. Herru, þá er það næsta. Þetta er bara bjargaði lífið þínu blöð. Hann er aldrei að spegla satt. Já, þá þarf ég bara að finna þessa 50 milljónir. Næsta er ég ætla að hafa sömu uppæð af því að þetta er góð uppæð, 50 milljónir. Myndið þið byrja að reykja pakk á dag þar til þið degið fyrir 50 milljónir? Já.
Sko, alltaf Sko, Steindi alltaf er vanur þú ert að stytta lífið þitt, Hann er sko. fyrirvendur Þú reyningamaður veist alltaf því að mér langar að reykja pakk á dag Ég bara gera það ekki því ég er hættur og alltaf Saknar þess ennþá mikið eða Langaði Hugsa Já, þetta vatn á þú þá veist- móttan að hugsa Djúðar til hérna Nei, Brakandi það er farið ekki. Ekki alveg En ég náttúrulega, þið verður áttugur því strákar Ég reykti í 17 ár Og Hvernig hérna, áður góð, hvernig byrjar 11 ára? ég byrjaði mjög ungur Ég byrjaði bara 14 ára að reykja Það er vel Og gert. ég er búin að reykja Nei, það er ekki vel gert, það eru ungir hlustendur Já, ná, byrja svona Já, Ná, byrja svona ungur sko. það er hræðilegt sko En hérna Það er málega Þetta unga lið í dag Það drekkur ekki og reykir ekki Þú veist, þetta þú veist, við erum ekki Það vel er skynsamlegir. ekki að hlusta á okkur núna 14 ára og hleypa út í búð og næst í Salem Light Ég sko. ætla að vona ekki Nei, getur maður bara keift salimlega Þetta er alveg reyr sko En hérna, þetta er svo mamma mín og pabbi Þau reykja Og þau Ennþá? Já, þau gera það Þetta er- ég elska þann gamla skóla. Og þau skamma sín samt svo mikið fyrir það Þau gera það ekki Þau fara ekkert eitthvað Og þau lappi ekki út úr kringlun og kveiki sér í Ég ætla að vona ekki Þetta er bara svona Já, reykja inni, úti Nei, þetta er bara meira svona fara Reykjaðu í bílnum Fara út í garð King reykja ekki í Mike bílnum, Mækarinn tekur svona síkó úti Svona sexy síkó Já, það er orðið reyra Fólk reykja í dag eins og Ég- þetta var algengt Að þú sjáir það Ég held Já. að fólk reykja það Ég held að þú sjáir það sko Hvað er að fjela? Já. Kostur við síkartuna hvað hann er sexy Það er eini kostunum við hann Já, Bara, ég þú veist Hvað er svona sexy við Ég er það? ekki viss um að sé neitt Síkó er mjög sexy Þóttu koncept hafi séð eitthvað nokkra úr Hollywood reykja sígarettu og það er farið þeim vel þá eru Bara með sígarettur þröngu gallaböksum og nærði hérna síkart og kveikir í henni Það er mjög Rosa. Já, það er bara aldrei þannig Á Íslandi þá stendur út í rigningu það snjókomu eins og álfur að reykja menn allir reyna að spjalla Í ní- Það er bara ekkert sexy Í það 90% tilöka er þetta mjög óframbarlegt Já. En hérna, ég sko fyrir 50 miljónir Marga dag, já. Þetta er bara no-brainer samt sko. En þú, Egill, Mér finnst það lettar en spegin Sko, Já. þarna verði ég því miður að setja fótið niður þú segir já þá Nei, ég segja nei Já, þú veist ekki reykja Þú er oft Já, verið með þá. fína díla hérna Þú veist, svona, en pakki á dag sko, ég tók ekkert um að smók í galtalæk og ég eldi næstu því, sko Ég er ekki með það sem voru takes Nei, til að ég- reykja, sko Ekki heldur ég reynda einu sinni, ég gæta ekki Þú veist, ég er bara ekki nóg harður, ég er Nei. ekki meður og svo tætir þetta ára af þér líkið þokkabót, sko Já, sem er bara Þú ekki veist, ég gott var til í að vera Já, fullur og á svo Flórida ertu- þegar ég er gamall reyður kall, sko Og svo ertu illa líktandi af þessu og þetta En er samt viðbjóður. Steindi er alltaf verið góð lykta 50 Hann nottur að milljónir? Nei, fastreikja ég fann alveg stundum Ah. sígarettulykt af Svo Steinda. blóma lykta Steinda Já, sko, það er ekkert verri lykt en fólk sem reykir í rigningu og kemur inn Já, það er svona eins og það er blöytur hundur kemur inn heimtíðin, það er viðbjöður Ógæslega lykt Blauta peysu Samt, þú reykingalykt. hljófst í skaftaliðinni og hljófst oft fram Já, Fastreiktir Fastreiktir alveg, sko, þú náðu síkart á svona hvað, 35, 60 sekund já, já Hljófst inn í Alltaf þegar stúdíó þátturinn var að byrja, þetta er sama með Steinda núna ég er að opna með annað með hann Alltaf þegar hann reykti þá var hann að taka rettu, akkurat þegar þátturinn var að byrja bara við erum að byrja, bara í fastreikina hleyp núna alltaf þegar við erum að skemmta, við erum að veislustýra að fara á svið Tekið og eitt það er piss. alltaf að fara á klostið Eitt piss. akkurat þegar við erum að fara að labba á svið í stæðan fyrir að gera bara svona 10 mínútum fyrr En svo stresspiss eða Nei Bara Við erum rand og alltaf bara piss skemmta bara að láta býða eftir sér svona aðeins áður en við fyrir á svið Þannig að fyrringurinn er farin Ég held þetta sé meira bara vani Já. En hérna, en Þú sagðir sko- já, við já. báðum, Egill ekki Kannski segir Egill já núna því að það er Komdu alveg með upp að góðan bóði díl. Já, það eru 137 miljónir í bóði Vildi nákvæmt sér Vá, $1 million Wow eru $1.000.000 í dag 137 $1 million $1 million í bóði, Það drengis væri þegar þú segir þetta svona Já. Já, helviti ég, líklegur að sko, segja ég er já. eiginlega til að segja já bara nú Já, ég líka Ok, myndu að horfa á fóröldur eitthvað stundar samlíf fyrir $1 million Já, Sko, það er ekkert mál veit eitthvað neginn Já, hérna þú veist, auðvitað er það ekki gott Þú tala bara eins og myndi gera það fyrir Sjöfum kikk svaraður og snögg Nei, þú veist, 137 miljón Strákar, þið verið átt ykkur á því hvað upphæður við tala um Já, þú ert að fara að horfa á gamla settu á baki Já, í 40, 50, við 90 erum- minnum Seniorinn er ekki svona, hann er ekki snöggur sko, hann er 90 Seniorinn hann er fyrir á bak sko, í langan tíma Er ekki kynlíf bara 10 mínúta prosessi á flestum? Já, Hvernig, hvað var ekki Seniorinn- staðarindu Ég dag? get lofa að það er ekki 90 mínútur all 90 mínútur Þá þyrfti ég að endur sko að svara Nei, hérna, en strákar, nei, þú veist, það er bara allir fullotnir og bara upp áfram Hvað ætlar að setja bara fyrir klappstól og horfa á gamla settu á baki Ég var búin að ákveða að vera ekki að fara að ímynda mér þetta nákvæmlega Ég ætlaði bara svona að svara en Já, ég veist þetta er partur af þessu er ímynda sig Já, þetta var að segja já við það er bara- 137 En þú þurfti að láta að setja það hafa eitthvað að peningum Það er alltaf bara myrkur og allir undir seng
Nei, það eru flóðljós. Það er bara kveikt. Það er ekki sæng. Þess að það væri kveikt, það var enginn bara að tala um að Það sé slögt ljós og undir sæng. Já, kannski þá Og þú einhverjum bassstól út í hotn. Þú situr ekkert í myrkri Og kannski það bara lítill lampi í einu hotninu. Hver heldur að sé bara með ykkur kveikir bara öll ljósin í húsinu? Við erum að tala um lýsingu, álur lýsingu. Já, bara lýsing, bara romantísk lýsing. Við erum að tala um Ella Casata, lýsir upp bara svo sett. Við erum ekki að tala um að Ella Casata kemur og lýsir upp svo sett. Þetta er ekki kvikmyndasett. Þetta er basically bara lamp í hotninu. Nei, bara lágmarkslýsing. Bara romantísk. Hvað er þetta að sé bara allt kveikt í húsinu og bara náðu ykkur að kastara og bara til að auka lýsinguna. Ég elska að þú sitt bara búin að ákveða hvernig lýsingin á að vera. Nei, já, Egill var búin að því. Hann var bara Ella Casata sem er bara sem vinnur bara í kvikmynd. Hann er bara að mæta með öll ljósir sem er búin að leigja á upp á kukk og lýsa upp húsið. Það er alltaf ekki þetta virkar ekki þannig. Þú varst ekki með það í huga. Nei, þú sást þetta fyrir að þú ert svolítið á klappskóla út í hotni og það er eitt lamp í gangi. Ég er basically að segja bara, þú veist, bara venjuleg lýsing, bara eins og það væri væntanlega bara einhver eitt lampi kveiktur eða eitthvað svoleiðis. Það myndi ég segja að væri nokkuð basic. Já, ég ætla að segja nei við þessu líka. Þetta er eitthvað ruggla. Já, ég taki alltaf já 130. Helviti sérstakt, sko. Þetta sérstakt. Ég myndi splitta þessi þrenn. Pappi fengi eitt reyða, mamma eitt reyða. Þetta er öll jólabóð, páskabóð eftir þetta eru skrítin, sko. Ég vil frekar bara geta mæti jólabóð og allir feski, sko. Já, þetta er hangandi yfir öllum annað borðið, sko. Já, þetta verður hangandi yfir borðinu og þá myndi allir vera að spyrja okkur lístur þetta svona auð. Eina spurningi sem fólk þínu var að segja væri bara, heyrðu Egill, okkur kostum alla þessa kastara og Ella Casata, sko. Það var eina sem fólki væri að spáði í jólabóðinu, sko. Já, Steinda var þetta ekkert mál. Þau eru mætt klukkan 11, nokkuð á hádegi og það var enginn að tala um þetta. Ég myndi örugglega bara ávarpa hópinn þá jólinn, segja bara, heyrðu, hérna núna bara þetta gekk á og ekki bara allir brattir. Jólagjafirnar verða góðar í ár. Já, upp áfram. Og mamma og pabbi voru ekki ánað að lappa eitthvað svona lítill lampi á því hotnum. Já, bara romantískt. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957 og við Steindir mættir hérna inn í klefan þannig að við erum ekki í beinni útsendingu núna. Nei, sem er fínt. Já, hérna. Því að hér verða mistök, ef þetta var í beinni þá var þetta mjög leiðilegt. Hér er klif. En talandu leiðilegt, við erum að fara samt að keppa í leiðindum. Já, það er við vorum að fatta þar helviti langt sérnum við keftum í leiðilegum sögum. Já. Og við ætlum að hafa páskaþema á þessu. Já, þú veist að rekja reglunum. Þetta er rauninni sko. Það er eiginlega reglur. Já, þú veist, reglan er rauninni hvor á leiðil, er þetta ekki tímataka? Er þetta bara hvor á leiðilegri sög? Já, þetta er svolítið þannig. Man á bara að ringja einhvert, bara random á já.is og segja einhverja drefleðilega og það páskasögu í dag. Já, menn alltaf, þú veist. Það ætlaði að vera með Smára soninn og Smári gæti dottiðin, já, hann er oft hérna nálagt, sko, tengist þetta ekki alltaf Smára litla hann spenntur í páskanum? Já, hann var það, sko, páskasa, leiðileg páskasa, þá er þetta, sko fyrsta sem ég datt í hug var að hann hafi ekki fundið ekkið. Já, ok, það er ekki segja okkur, en það er ekki komnið páskar. Nei, þetta er kannski farið fyrra bara. Ok, þú ekki bara að byrja? Ég heyri að þú ert komið þetta því ég veit ekkert hvað ég var að gera. Nei, ég er ekki með neitt meira þetta, sko. Þetta var mjög gott. Svo vantalega er eitthvað, þú veist, XM og útbrot og það eru, þú veist, hundurinn og það er alls konar. Við til í þetta allt saman. Hvað, viltu konu eða kall? Það er alveg konu. Já, Hólmfríður, hvernig líst þér á það? Mjög vel. Ok. Fallegt nafn. Tilbúin? Já. Halló. Já, Hólmfríður. Já. Sæl og blessu Pétur hérna, maðurinn hennar Diddi. Hvernig hitti ég á þig? Ég veit ekki hvað þú ert. Maður, hvað hitti ég? Já, þetta er hann Pétur, þetta maðurinn hennar Diddiar uppu og pappa Smára litla sem er með hérna. Já, þú ert ekki hótt að tala við mig. Já, ég var sko eiginlega að hringja í þig. Hún var að skella á þig. Akkur skellt hún á? Það er góð spurning. Þetta prófa að hringja eftir. Þau verður ekki bara slitna það? Nei, þetta var viljandi, sko. Er það? Já, hvað er það rugl? Já, sæl Hólmfríð mín, það hefur slitnað eitthvað símtali hjá okkur, þetta er hann Pétur. Já, ég veit bara ekkert hvað þú ert. Já, þetta er svo að Pétur og Diddi, við búum hérna bara í neðar í götunni. Við erum nágrannar sem sagt hérna Húsavík. Nú? Já, hérst þetta væri bara einhver að hringja.
ég veit ekki hvað Pétur og Diddi eru. Nei, nákvæmlega, málega að þú veist, eina sem ég langaði að segja að því að steytist í páskana og ég búin að vera að ringja nefnilega í fólki í götunni og svona, þegar ég með svo skemmtilega páskasögu af hann Smára litla þegar hann fann ekki eggið þegar við vorum ég hef ekki áhuga á því að heyra hann. Nei, því að við földum að inn í þurrkaranum og svo fer hann í gang og eggið var brotið en býttu Smára langar rétt að segja eitt orð við þig? Já, nei, ég nenni ekki að hlusta á það. Hæ, Hólmfríður hvað? Sýndalega búið Nei, þetta var ekki mikil tolerans. Nei, bara fallegt hvað þú gefst ekki upp samt sko. Viltu annað? Já, þú veist, er það ekki? Fannst þetta ekki alveg vera síntalið sko, og svo stutt. Hún hefur verið busy. Já, ég byrjum stafsökunum þessu og út að hlusta. Já, hún var hess sko, hún var bara busy. Svo alltaf þekktu hún bara ekki þetta fólk sem hún reykja. Is Jose Ricardo speaking? How can I help you? Yes, hello. My name is Peter, husband of Diddy. Is Hólmfríður there? No, I'm just using her phone, but I'm not in the Brekka right now. But I can give you the any phone number. Yeah, no problem. I was just going to tell her a very funny story about the Easterns, because the Easter is, right on the corner, Yeah, okay. And my son, Smári litli, is 6 years old. And we were hiding his egg. It's a tradition. Yeah, okay. And he was looking for it, and he couldn't find it, and we couldn't remember where we hid it, so he never found it. So it was, not very very happy story, but it's. Yeah. Okay. Yeah. You wanna talk to him or? You wanna talk to Smári? Wait, Smári minn býta aðeins. He's here, wait, Smári, býta. Yes, hello. Hello. Yes, my name is Smári. Oh, hello, Smári. Hello. And yes, and this was it was not fun when I couldn't find the Easter egg. And I never found it, Já, tala nú mannismann minn, segður eitthvað skemmtilegt. Gást að gera í skólanum og svona. And then I went to the school and I think it's gonna be better if you call Hólmfríður, because I'm even not in the Iceland right now. Já, hann að tala eitthvað, ég ringi eitthvað. Já, Smári minn slækka þá. So hello. Yes. So yes, sir. And we never found the egg. And I was just gonna tell Hólmfríður that story, and maybe you can just tell her. I'm not gonna speak with her, I think, this week. I understand. It's Peter, the husband of Diddy. Thank you. You're welcome. Okay, já. Hvað? Fæ ég ekki. Ég var svo ég panikaði. Þú ert alltaf að horfa á mig. Bara úr það, kanntu ekki að segja páskar? Jú, Easter, maður. Ég byrjaði að segja Easters. Sagði ég það? Ég átti ekki vonaði að ég verið að fara að tala. Þetta var eiginlega bara besta símtal sem ég heist, því að þú ert svo slappur í enskunni. Nei. Já, það ertu komið á þér. Jó, það er engar áhyggjur. Við spilum þetta verður ekki. Við spilum þetta að spila. Það var geggjað. Það er komið. Ég veit ekki hvað ég var að reyna eftir þetta sko. Hvað meinar þú? Toppa hvað? Þetta var æðislegt. Ég tristi mig, þetta var æðislegt. Nei, þetta var viðbjóður. Ég átti ekki vonaði þegar að tala ensku. Við getum ekki notað þetta. Alltaf. Hvað var, ég bara nú í rauninni bara ég blakkaði svolítið út. Hvað var ég að tala um Easterns? Já, byrjaði þannig. Ég veit ekki hvað ég á að taka þetta. Ég held að við bara hafa þeir síntal sko. Það held ég ekki. Já, Hólmfríður. Já. Hæ, þetta er hann Baldur hérna hennar Hattir. Hvernig er það ekki að þér? Ég kannast ekki henni Baldur hennar Hattir. Það er Hafdís þar? Nei.
Ég ætla að heyra hans í þér að því að nú styttist nú í páska og við, ég er að spája að koma inn í Hatti óvart með að kaupa svona unga handinni. En gaman. Keftu unga handinni? Já, bæ. Ég er bara, ef ekki að segja þetta bara gott ég er alveg tómur þú var æðislu nei, við erum alltaf að spila þetta ég treystum þessu nú verð ég samt að ég ætla bara að eiga endur þú ert ekki bara að komast upp með það ekki að spila ég verð samt að fá að segja þetta á ég ekki frekar að taka eitt viðbót við getum ekki verið að spila hitt sko nei, það var ekki nóga þetta voru leiðilega páskasögur Þetta var óvænt, hvað er þetta var óvænt og það er steinda til varnar, það var alltaf erfitt og talar óvænt ennsku. Það er alltaf hannig. Vonandi höfðu jafn gaman eins og ég er hún svo sangur að við þurfum að hoppa yfir og fá okkur að borða þetta var klefi dagsins Ég er heldur hættur að klefa Ég dýrka þetta Þetta er bara ágættis lag hjá King Richard Ray og 070 Snake The Man Richie Já, en sér hann ekki tónlistina? Já, ég ætla að vera artistinn Nei, þetta er Rikki bara hendur sér Þetta er King Richard sem syngja þetta Ég held að þetta væri kannski bara einhver Richard að syngja þetta lag Rikki er í Blackwater núna í golfferð Já, við erum búin að koma inn á það þurfum ekki að fara meira inn á það Rikki sé í golfi að fá sér 2-3 kalda En nú er komið að King of Spring Ég er bara vona sér að skemmta sér Já, eru að fyrir King of Spring Já, málega er að ég elska við svona þessar seasonal keppnir Þetta er þessi bara einu svona árið, ég menna þetta er bara vorinn og 2 stenda, hann hefur hingað til verið meiri vorkall sem er skrítið því ég var að segja hann að april uppáhaldsmánuðurinn minn Já, þú veist, allt er eðlilegt þá er 2-2 eftir þetta ég ætla að reyna að vera Já, ég er náttúrulega líka ekkert En svo náttúrulega ráðum við ekkert úrslitunum, það er búið ákvað þau Já, ég vona bara mér skemmtilegt þegar þetta er svona nýjar og ferskar spurningar hjá þér Já, það er nákvæmlega sem ég með þetta Það er gaman að heyra Ég nenni ekki einhverju sendiri og steindi Ég held að ég sé ekki með hreindýr í dag Kringluna og eitthvað Mjög langt sem kringla var sko Já, reyndar Geðu það Og líka mjög langt sem þú varst með flösku borði í sundlaug Já, ég var að rifja kringluna upp Rifja hann upp Búið að fara vel yfir hana Hendar vorið og birtan þér vel Því að nýji lífstillin er að fara að sofa snemma og vakna snemma Sko, það er ekki nýji lífstil en birtan hendar mig vel, já Ég finna að ég er í betra skapi Það er að vakna mótana En sko, býtu, það er eitt annað blöð Við erum með krakka Það er helvítis vesen að setja krakkana upp í Þau halda bara sér dagur Já. Það er alveg vesen sko Manstu hvernig það var í fyrra Þetta var erfæra fyrir þið núna sko Það er alltaf vesen sko Þú segir basically bara, heyru, það er dagur Akkur er að fara að sofa Já, ég ætla samt að segja já Birtan hendar mér Já, miklu betra en myrkrið Það er bara hjá öllum, held ég Það er bara ein manneskja sem ég þekki sem að vill myrkrið, það er Sveppi Sveppi? Já, hann leikur í Hann líður bestar Það vill ekki birtuna? Nei, hann vill myrkur En ég reyndar, ef ég mætti velja Þá myndi ég vilja byrtu alla daga og myrkur öll kvöld, fattur þau? Já, eins og er bara hjá flestum nefnum okkur Þannig á það að vera sko Já, það er svona Það er bara Þannig gengur þetta í heiminum sko sem við erum með sko Við fáum bara eftir ökkleið eira Það er annarkvort byrt allan sólarhringin eða myrkur allan sólarhringin Á þessi myrkustu mánuðstakar þá erum við í alveg með 2 tíma eða eitthvað á dag í byrtu Það er rosalegt sko. Við virðumst höndla þetta Við komumst saman í gegnum þetta Það er 1-1, þetta er mjög spennandi Já, þvílík spenna Hefur keypt máluverk þetta vorið? Já Ég hef átt að ranta eins meira það hérna síðasta fyrsta Við erum ekki að fara að kaupa málverk Nei, við fórum að herrakvöld og Já, það var óvænt Já, en málið, við vorum þannig að vera að styrkja gott málefni Já, herrakvöldi þetta er góðgerð Og þú kaupir málverk og kassi fyrir allt til Styrkja Alzheimer's samtökin Og hérna, þannig að þú ert að lífkupa heimilið og styrkja Þannig að vart í ágætana í rauninni Já, það er mjög gott Ertu búin að vera seinn þetta vorið? Vera seinn? Nei, ég er alltaf mjög tímalega Ég er bara stundvís maður Heldur þú að við aldrei verið seinn? Nei, í allt vor Já, vorið var að byrja Er ekki vorið massið það? Er það vetur það? Seinni hluta mass kannski Þeir eru ekki þegar þessi fugl kemur og þá var það fyrstjuleg Lóan Hvað Lóan? Hún er komin Hún er löngu komin En málið er að sko, málið er að sumardagurinn fyrsti er í apríl Þá hlýtur nú vor að vera í mass Já, Annars er vorið bara 10 dagar Þetta er góða punktur á stofun í hennar sko Já, en þið meður samt ekki gleyma hvar þið búið Það var snjófljóð í vikunni sko Já, ég veit það En ég hugsa samt að vorið Ég nú er ekki með Ég held að þeir sem að búa á Neskjöpstað voru ekki að hugsa vorið er komið Já, þau voru ekki að hugsa að vorið var komið Nei, en ég held að vorið Getur að opna bílið sem fyrir snjó Þau eru ekki að hlusta núna og hugsa sem eitthvað rugglaði til það Sko, ef þetta er skipt í 4 hluta Það er bara ekki á Íslandi Vor, sumar, haust og vetur
þá veit ég að vorið, ef sumardagur 1. apríl þá hlýtur vorið að byrja svona bara snemmi í febrúar sko. Samkvæmt þessu Febrúar er ógeð. Ég veit allt um það. Það er með þess að vetur í februar bara í Evrópu. Vorið er í mars og svo er komið summer 20. En af hverju þá ekki bara klippa vorið út ef vorið er bara í 20 daga? Það er löngu búið að klippa, það er ekki vor á Íslandi. Það er ekki haust heldur. Nei. Þannig að það er bara sumar og vetur. Nei, við erum ekki eins og með sumar. Við erum bara með eitthvað. Erum við ekki bara basically með vor og haust? Það er ekki vetur heldur. Jó, það er ekki að stjóða svo vetur. En er það alltaf að svara þessu? Já, ég meina, blöð er aldrei seitt sko. Ég hef verið sveinn í vor. Ekki? Jú. Bara hverjum einasta degi? Nei. Ég veltaði fyrir mig hver fær punktana? Ég er búin að fá punkt. Nei, það Erstu að fara stig fyrir að vera seitt? Já, ég veit það sem ég veltaði fyrir mig. Alls ekki. Það er skott að segja positíft eða ekki. Þetta viltu hafa... Já, þú meinar. Steindi fæði punktana, 32%. Það er stórfyrðulegt. Já, ég var ekki búin að hugsa þetta. Þegar ég smíðaði þetta, þú hugsaði bara, ok, 32. En maður kvartningastig fyrir að vera þá ekkert að setja. Þetta verður spennandi, ég get lofa okkur því, sko. Ertu búin að byrja þetta frábæra vor með því að fljúa í business class meðan gómurinn er í monkey class? Nei. Góður. Já, ég fekk uppgreitt daginn. Og ég þakka hann kjallaði fyrir það. Sko, þetta er ekkit eðla, það er 3-3. Já, ég þarf að... Þú ekki að labba til vinstri? Nei, ég þarf að fá gullkort. Ég flög út, þá var ég í hinnu. Steindi, hvað þetta sjáðu þið í monkey? Var það bara frammi? Ég auglýsi eftir gullkorti. Frammi farið free wifi og shampoo. Fær það ekki aftur í sko. Herðu, næsta spurning. Það er 3-3. Ætlar að lífga upp á vorið og taka hennar bláa? Nei, það er ekki á dagskránni. Viagra-töflu. Já, ég svona. Er það ekki? Eru þau komnið þangast? Nei, ég er náttúrulega bara 4 ára vingil. Þá veit ég að ég þarf að fara að henda mér í þetta sko. Hefur ekki prófað að taka hennar bláa? Ég á ekkert svo leið sem að mér, ég get alveg staðfest það hér. Já, ég meina... Ertu með fullt af bláum heima? Ég tekur bara töflu og flóki sko. Já, þú ert ekkert í vesinu með þetta. Ég er styrillina sko. Já, ég er ekki yfir að klíða sko. Nei, ég hef ekki tekið bláa. Þetta er hart, nei. Nei, eins og veldur með hvernig væri þetta vor fílingur komin í menn. Það er rosa skrítið að vera búin að ákveða það. Já, það er bara að ringja símtal, ringi sigga þetta og græja náttúrulega bláa. Ég myndi ekki að vita hvert ég ætti að ringja. Það er ekki bara fyrir apótek. Er þetta ekki meira bara eitthvað sko sportið bara? Það ekki. Herðu, næsta spurning. Hefur nýtt þetta frábæra vor. Ég var ofurölu í spilavíti. Já. Ekki? Þetta er 4. Ertu bara með þess að keppni til að láta okkur lítið í lút? Já, það er ekki bara að segja allt sem við erum að gera sem að maður svona, hann er helst ekki að ræða. En með heilst það sko? Býtu hvað með það, nei, menn málverk var jákvæð, þetta stiltu gott málinn þar. Við fórum þetta í frábært spilavíti þetta í Manchester. Já, er það ekki bara alveg veist það? Jú, það var bara allt í lagi. Drakk maður frítt þegar maður var gamla? Nei, það er aldrei í Evrópu. Svo er það kannski líka ágætt að þegar þú ert í, hvort þú ert í Vegas eða Atlantic City, þú ert ekki að drekka Smirnoff sko. Þetta er bara einhver ebbalandi sem hefur búið að blanda út í eitthvað sko. Þú ert bara að drekka bjór, en málið er að það var bara hægt að spila þér, það var low-stake borðar annað en hérna var í London. Já, þá erum við sáttir. Sko 4-4, að 2-3 spurningar eftir, svona veltaði fyrir mig. Já, það var bara 2. Sko, ég svona veltaði fyrir mig hvernig ég svona, þegar svona veltaði fyrir mig, ok, betur okkur veina bara svona þægila. Hefur þú verið baller þetta vorið og tiltæður flöskuborð? Já. Við fórum saman. Hvenær? Við fórum á flöskuborð. Við fórum á átó, ég var búin að gleyma það. Þið búin að gleyma því? Já, Steindi vildi vera í skotlínunni. Já, mynda á DJ-inu. Já, það var rosa. Alveg upp í DJ-inu sko. Já, vildu vera á öðru location? Mér fannst það samt sko, no shame in the game. Mér fannst það bara dröðlega gaman sko. Já, það var mjög gaman, en yfirleitt eru sko flöskuborð bara svona til hliðar og stemning og svona, en þetta var svona, við vorum á dansskólinu. Bara svona fólk að detta á borðið. Allir að dansa. Sko 5-5. Sko ef við tökum núna. Takk bara úslita. Já, ég málega ekki út, því að ef það er jafnteflið hana, þá er ég með aukaspurningu. Ekki hugsa það bara næst. Ok, en þið verið að hugsa það næst, ekki svara í fljótu sko. Ætlið að lífga upp á vorið með að kaupa eitthvað glænýtt rassadót fyrir Sennarbyggi? Nei, bara ekki neitt, ég þarf ekki að hugsa það. Bara ekki neitt. Akkur ekki Steindi segði bara já, það var það búið. Akkur ekki bara eitthvað dót. Já, sko, þú hugsa það næst. Þú getur tekið það sinni, það er 3-1. Já, en akkur er það svona díteilað. Nei, bara þú veist, þetta er mjög vinsælt þetta. Nei, já, ég held ekki rátt. Því miður. Ég held ekki. Hvað er síðast að ég hvað líkingu þetta? Það er 5-5 en þá. Er þetta ekki bara stórmestari í jafntefli? Já, sko. Þetta er enda döðafæri fyrir annarkona að stela þessum í lokin. Sko,
Eru þið peppaðir það? Nei, komið frá nefnda Löngu eftir að peppa fyrir þessu keppni. Heldur þú að verið það vorni? Ég veit ekki Og sko, Nei, 5-5 að það detti en hátis þú tókst þetta. FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Hárið þeirra hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 og já, við vorum í barnalegasta lið FM 95 Blu af mörgum barnalegum áðan sem er spurningakefni Gilsennars, þannig þá er vel við hæfi að fara í þroskaðasta liðin sem er, já, býtu hvað, er ekki kveikt, það er sturlaða staðrendir. Nú, býtu, er þetta svona? Aðnæstur Já, er komið að honum með það? Já, það er komið að sturlaðum staðrendum. Já, er fólk að læra í raun og veru eða er þetta bara einhverjar bullsíður sem vorst að finna? Nei, ég elska það að fólk sendir mér þegar það er að nýta sér eitthvað þessu. En ef þú farið annað barnalega lið þá erum við að kostmyndur frekar með Steinþóri og Hróar sko. Já, hann á líka eftir að sko. Og líka How Do You Do Fellow Kids. Það er þetta góð liður, sko. Ég fíla hann. Já, en þú sagðir okkur frá því dag, hvað var það? Bíflugur, það færi danskeppni? Nei, það var kjaftaði. Er það ekki? Já. En það tárast ekki þegar það er skerulögg. Já, þú ert með tyggjó. Já. Ok, mér er tilbúinir. Allir íspyrnir eru örfendir og það er fullt svona sem þú getur lært. Já, það er þetta rosalegt. Já, fyrsta, þetta til dæmis vissi ég ekki og mér fannst þetta mjög áhugavert. Þeir sem vinna Óskarsverðlaun þurfa að skrifa undir samning að akademian á forkaupsrétt á styttunni fyrir $1. Þannig að þú getur ekki selt Óskarsverðlaunni. Já. Eins og bara fólk er ofta að selja championship ringana sína eða medalíður eða annað. Það er heldur sniðut. Já, þannig að ef þú vinnur Óskarinn þá getur ekki selt, þú getur allavega ekki auglýst hann. Já, það er lóðrétt nokkur mánu setna og ekki í verkefni og seldu eBay. Þá tekur akademi hana sko. En þú getur kannski selt þetta á svörstu eða eitthvað. Já, selt Sigga frænda þetta fyrir eitthvað. Já, það er alltaf hægt. Svo er annað sem að ég getur að fara að skoða. Það er fátt sem dregur meira á stressi en lestur á bók. Þannig að ef það er mikið stress í gangi þá er víst gott að lesa. Já, þá væntanlega ertu ekki að hugsa neitt annað, þú varst bara að lesa bókina Ég er samt ekki alveg sammála. Ég hef ekki lent í því, ég les nú ekki mikið en ég var alveg lent í því þegar ég að lesa ég byrjaði að hugsa eitthvað allt annað og man ekki eins og hvað ég var að lesa. Ég basically Þú varst að vera með hljóðbækur, þetta ekki verið að lesa upp í rúmi bara með því eyrun. Þegar ég grípi bók sem nú ekki oft heldur Ég þarf alveg að einbeita mig, hvað er aftur að gerast Þá þarf ég yfirleitt að lesa hverja blaðsíðu svona 10 og þá svona hana ég er í heila kvöldstund bara með svona kannski 20 blaðsíður. Já, ég er svolítið Þannig að ég er mjög ánægður að setja hlusta á bækur í dag. Það er mjög Já, ég tók hann daginn. Já, það er helviti gott. Ég held að ég sé seinastur alltaf að öllu. Ég er nýbúin að prófa hljóðbók. Hvað heldur þú sé margir að hlusta núna sem eru búin að hlusta á hljóðbók? Bara 95% sem hlusta. Sko ég var síðastu með hann í Íslandi til að fá mér Digital Ísland. Og þetta er mjög hægur sko. Já, með síðast afruglegaran. Ég veldi fyrir mig hvernig gamalmenni verður sko. Hræðilegt. Sko ég hlusta á þætti og veist, ég hlusta allan dag, veist, ef ég er einhvers dag fyrir bílinn þá bara pikkar upp það sem ég var og ég hlusta á leiðinni heim, kem heim og bara podcast. Já, bara, þú veist, ég er alltaf að hlusta á einhvað. Fatið þið? Það hendaði vel. Þú ert ekki til rúmi heima að lesa út gaming og teima og þið heita bótturum. Ég er yfirleitt alltaf headphone í annað svona á kottanum og tek kannski 20 mínútur af einhverju. Ég væri til að lesa meira. Þá er næsta, Vincent van Gogh ákvað 28 ára að byrja að mála. Þannig að þetta var ekkert eitthvað, hann var ekkert málari alla tíð. Þannig að við getum ennþá, við erum alveg inni þarna, eina listgrein til að spreita okkur í. Ég held að það fari nú ekki langt, ekki það, ég skil ekki, mér finnst mjög gaman að spá í þessu en ég hef ekkert vita þessu, ég skil ekki okkur að þetta verk er dýrar en næsta sko. Nei, en það er líka bara sko, þú er gaman að góðri list, fattar þú? Þú horfir á góða, þið langar stundum í bara, hei, mér langar í þetta málverk. Já, svona, en ekkert eitthvað, ég skil ekki okkur, það er basically að fyrir mér er sagt það. Já, en þú veist Ég myndi aldrei geta labbað inn í eitthvað, ef ég myndi labbað inn í herbyggi og það væri 20 málverkar, 10 væri metið á miljard og hitt alltaf á 2 krónur. Ég myndi ekki geta bentir á þetta er miljardur, þetta er bara steindi málað þetta áðan sko. En þú geti bent á hvað þið finnst flottast og já, svo var það bara kannski þú. Já, en þá, þú þarfst að hafa þetta heimi á þér þannig að þú vilt bara eitthvað flott en svo er eitt í stráku, muni eftir hugmyndinni minni ég var að munan daginn muni eftir listasýningu það var á bucket hjá mér fyrir blöggastið að opna listasýningu og konsepti var muni Þú voru að byrja að mála þá? Já, konsepti var muni að mála segjum að sé mynd sem hefur kostað 10 skall þá skrifa ég á hana þú veist 10.000 fattar þú? Og þá, hún kostar 10.000 og svo önnur mynd sem kostar kannski 20.000 skrifur það bara 20.000 Já, það stendur bara 20.000 þannig að ef ég kem inn til þín og segja bara blöð, er þetta skemmtileg mynd já, hún kostaði 20 skall
Þannig að það er kannski En getur hún aldrei hækkaði verið þá það? Hún föst bara í því að Já, hún kostar sko bara 20 Hún var keypt á það allavega til að byrja Hún með. var keypt á 20, og það er bara til ein mynd á 20 Þú voru að byrja að mála? Fólk hefur dáið við að kúka. Þú getur kúka á fast. Eða hard stendur hérna. Ég er heldur lifandi sönnun fyrir því að það er ekki hægt að deyja við að kúka Ég er að segja Gætu verið manure Nei, þetta er náttúrulega manure. En þetta getur ekki Sko. En ekki En þú voru aldrei dáið að kúka Eftir að tala bara að þú rembist það hratt að hjarta hættir að slá Já, það stóð ekkert meira. Það stóð bara too hard. Já, en þetta gæti líka hafi verið gamalmenni Já, Kannski 112 ára manneskja sem var að rembast Nei, ef þú ert 100, það er alveg sama hvað kemur fyrir þig þegar þú deyrir 112 ára, það er bara natural causes, sko. En er ekki líka, það er ekki gott að setja lengi á salurinn Þú setur mjög lengi sem, þú tekur 25 minnur á salurinn Ég held að það sé mýta hjá ykkur Ég er nú bara yfirleitt bara inn og át sko Fæðing af kvenfólki er álíka sásöki og að brenna lifandi. Það er sænd að heyra. Jesus Það Christ nefnir verið ekki með leg Jesus, þetta er í magan. Já, ég meina þú getur Sátu með snikkars í leysibóði með hana Nei, ég satt ekki með Snickers, ég var nú að reyna að hjálpa. Mér finnst bara svo Það var eitt af versta sem að bara ég veit ekki eins og hvort ég að segja frá þessu í útvarpinu, sko. Já, það var 20 tíma fæðing á þetta og allt bara í rugli. Ég var nú svo þreytt og sjálfur. Ég man, ég þurfti að halda í svona teygju og ég var að hugsa bara djöfull er þetta að halda í þessa teygju hérna þegar hún var bara basically brennandi lifandi af sásökagreið Rakel. Þá var ég að vorkina sjálfum mér að vera að halda í teygju. Og svo erfið tegja Ég líkur aumingi. Þetta er agalegt sko Í alveg tala sko Þú ert sami aumingin, sko, ekki? Nei, ég er ekki ég er að segja að þurfa eignast barnið Já. Þú veist, er örgulega þú veist bara með í 10 mánuði bara líkaminn ári í rugli og allt í hakki og allt í rugli En þið vitið að það er að tengja eitthvað græju og enginn tengja að upplifa þetta Við ættum að gera það Þú því internet sko Við ættum að Var prófa það til á Íslandi það? Ég var til að gera fyrir blökkastið. Já, ég er enda Ég lofa því, kona mér myndi að hafa gaman að Það er gaman að tengja annarkvæmd eitthvað við það Ég er bara að tengja mitt líka Við áttum báða fæðingarna voru yfir 20 tíma sko Það er mjög gáðaði hlustundur alltaf Einhver getur sendt okkur skilabók sem hægt að fara út í Íslandi Það er frábært ef þá að förum við annað þetta. breyka Ég lofa þér. En sko, já, þetta er Sniglar sofa stundum í yfir 3 ár. Það er heldur langu svepp Já, það er rétt séða stundi. En Sko þú ert hægur stendi en þú sefur ekki mikið nú hef ég séð sko oft snigla Og ég hef þurft að færa snigil Hefur þetta færa snigil? Já, það hefur bara snigil verið á lóðinni Og ég hef þurft að setja hann í beð Fattur Af hverju? Af því að annars væri hann bara eitthvað í 2 ára bara fyrir þetta svalurinn Það eru hægir sko Millifarður hann bara í beði Já, ég tók hann bara upp og sett hann í beð Og Hann er ekki viljað það sko Hann er bara látt mig í frið hvað hefði hann viljað? Ruslið. Hann var, hvað, ég taka hann inn tíminn bara Já, þú veist, Hann var á ferðalagi. Hann var í göngutúr Já, Við kemur já. hann gæði með yfirvarskegg og rýfur hann upp Já, en allavega Gaur sem er hræddur við máð. Ég gæti að vera að vekja hann Já, kannski var hann búin að Það leggja vant í heitabóttunum með rauðvinni og sást svona eitthvað dýr skrýðandi þarna og sagði bara nei, þetta er ekki Nei, Ég heldur að steindi sér alltaf bara í pottinu með rauð. Ég Ég ekki mynd hann. Ég basically Þú fengst á 2 myndir Það var 1-2 skiptin sem Það kom ekki, ég get lofað það kom ekki fleiri. Nei, það kom aldrei fleiri En ég lætur aldrei vita En nei, ég meina þetta Já, ég bara ferði sníl Það var fært sníl Slagorð Kim Jong-il í Norður Kóru var engar breytingar. Rosalegt slagorð hjá honum, hann mann. Hvað sé illa við breytingar? No Já. chances Þú ættir að Það vera málega þetta sniðu tjánum þegar fólk hatar breytingar Þannig er svolítið sniðu Það er ekkert allt fólk sem hattar breytingar Ég get lofað því að flestir í Norður Kóru var alveg til í breytingar hann held ég, sko. Ég mútið það er farin. Sko, það er einn maður sem stúdíu hérna sem hatar breytingar Ég hræðist þess. Og það er Rauðin Blöndal Já, já Ég er Ekstra fannastur. mikið sko Þú veist, meiri segja svona bara dítilanir Þú veist, eins og bara í preppinu í dag Já. Þegar við fórum yfir á Ólifa Og vorum að fá okkur pítsu Og það er alltaf sama Alltaf þegar við fyrir þangað Borðar pítsuna Skilur eina sneið eftir Sem ætlar að narta í klukkan 3 og þetta er Það alltaf er breyst helviti sérsta Þú veist, bara svona litlir Það bara breyst ekki Já, og 6 dósir hérna í neðstu hyllinni og Það megi ekki vera 5 Það verður að sami vera 6 ressin og sama sæti og sama borðið Þetta er alltaf stóru förðulegt Ég náttúrulega settist líka á sama borð á lífa þó að það var ekki búið að þrýfa það í dag. Nei, en sko Ég veit það. Þetta er mjög En ég skrítið held allt saman. að sko þá blösi ekstra slæmur held ég að flestir hati breytingar Það ástæður að fólk er í sömu vinnunni 50 ár þó að hata hana sko Það er hérna Já, ég held að, já, hræðisbreytingar. Já. Svo er það síðasta, ef þú ert drepin í Bandaríkjunum þá eru undir 50% líkur á að morðingin finnist.
Það er ekki Undir hvað, 50%? Undir 50% líkur Ég held að það er meira maður Það er rosalegt Það er ekki 0% líkur að morðingi finnist ef það er í AC. Við höfum alltaf verið. Já, það er bara enginn að rannsaka þetta Það er ekki starfandi lögreglar Það er bara Ferðamaður drepin, það gæti ekki verið meira saman. Þú bara finnur ekki leigubíl sem er yngri en 20 ára sko. Ég sko, undir 50% mér finnst það rosalega lélegt ratio maður. Já, það er hræðilegt og það sem er líka hræðilegt er ég ætla að semja hann á staðnum Ég glemdi ekki reyna að kjafta þið Þannig að þetta var allt satt Já, Meiri segja með snílinn og 3 ári. já snílinn og þú getur dáið við að kúka og ég veit ekki hvað og hvað En Ég ætla að googla það sko. Já, tjekka það, ég get lofa það kemur upp og þú getur dáið það En síðasta sturlaða staðinn dagsins er að MC Gauti Hann er með þjóðhátíðarlagið í ár Og við spyrjum bara hvaða klísi er það Hvernig kemur það út? Sá snillingur, ég veit það ekki Það hlýtur að fara að koma bráðum með eitthvað. Já, ég peppaði fyrir Já, það verður pottet ykkur negla. Við blöstu því. Já, það er svo maður. Fáum hann í spjall Fallið tónar hér í gangi MC Gauti Klísja En við ætlum að fara úr fallin tónum yfir í Steindi Seru Hver er búin að vera í, hvað er það, 11 ár, 12 ára á tökunum? Hanna, how to go fellow kids. Hárrétt Já. Dagskrárliður sem var sérstaklega þú varst beðin að taka í dag Já, það er vinahópur í Bústað sem baðum How to do fellow kids En ég vona nú líka innilega hlustendur séu bara í skíunum með þetta Því að þetta er liður sem þú lærir í líka Já. Þetta eru frasarnir sem þið kids er að nota á götunni Og Ég sá að það var hellingur liðið sem sendi þér Já, hellingur liði og þetta er bara Hvað er það margar spurningar? Þetta eru 5 eins og alltaf Ok. Og Egil, þú voru að reyna að vinna Já, Svei mér þá, ég er með það Málega ég, veistu, þetta er svolítið sem sé að fara í one-on-one við LeBron. ok. Þú veist, ég er að fara að mæta og ég mæti gallanum og Já, ég já. veit að það verður að pakka mig saman. En ég ætla að hafa bara gaman að ég með hann. Já, sjálfsögðu, ég ætla líka að benda fólki á það Ef þinn frasi kemur ekki í dag Þá getur Halda áfram að senda, sant? Halda áfram að senda og getur vel verið að hann komi líka í næsta Þegar ég er basically að safna í lista Þannig að ekki örvænta Nei. Frasin getur dottir hvernig sem er Er þetta góði frasar í dag? Frasarnir eru helvíti góðir Er þetta eitthvað sem þú sér fram á að nota? Já, ég Ok. bara, í fljótu Eins og Pax, við vissum það ekki, Pepsi Max Við notum það mikið Já. Við notum það mikið Ég tala aldrei um Pepsi Max Ég tala alltaf um Pax Og ég, Og post líka. Strákar, í fljótu sé ég allavega 3-4 frasa sem ég veit að eru fara bara í daglegt mál hjá mér Ok. Það er Ok. bara nákvæmlega hann sko. Herru, eru þið klárir það? Ready. Þið þekkir reglurnar Lift the punt, já. Lift the punt Og ég ætla að byrja þetta freka þægilega Þið ættuð að fatta þetta Anskotin hafið að fyrsta spurning Hún er meira sér frá hún Hlyn Hann sendi með þessa Hvað því frasin að maksa pulluna Og það er Öddi sem var snöggur upp að maksa Það var ekkert eðlilega fljótur upp. maksa pulluna Og hann er með taktík. Hann setur höndinu upp, svo vinnur hann sinn tíma. sem hann Nei, gerir nei, núna. nei, þú ert að tala ekki ég Hann er sér núna. Það er að, ég myndi segja að sé að taka hann í 4 bitum Taka pulluna í 4 bitum Pulsa er bara 4 bitum max Fólk veit að það er ekki rétt Það er ekki rétt Ég segi að setja allt á hann. Setja allt á pulsuna Já. Þetta er enda geggja gísk Ég hefði gískað Má það ég sama taka aftur? Það Nei. telur ekki Ok, það er að fá sér Pepsi Max með pulsunni Það er nefnilega Andskotinn! hárrétt, en Þetta er hálfstig Þetta datt ekki Þannig að einskott að blöð hægði sér En þarna á. það er að fá sér Max og pullu Pax og pullu eins og ég kýsa að kalla Það er rosa. En að fá sér alltaf Að maxa pulluna, fá sér alltaf á hana Er basically ég Akkur gef föttu þetta ekki, helviti gott, sko. erum við assholes. Já. Herru, Ég fatta þetta Já, ég veit, þú varst hægur bara. Þetta er líka góð lið bara fyrir alltaf ópásat núti að læra Því að þú veist að vilja allir byrja að nota frasana sem þið kúlkins er að nota sko. Það er hárrétt þér. Herðu, drengir, þessi hérna, hún er svolítið skemmtileg Hvað þýðir frasin að fara og lýsar hann Og ég ætla að gefa ykkur vísbendingu Ekki svara strax Og já, ok, við erum að leiðin eitthvað Blöð, Egil, við erum allir í bílunum Við erum að leiðin eitthvað en anskotin Við þurfum að koma við á lýsaranum Og það er Auðun Blöndal Ég ætla að segja að þú þurfur að koma við á bensinstöð Og Ólís Já, það er Ólís Að fara og lýsa Hvernig fór hann að þessu? Að fara og lýsa hann Djöfum, þetta er góður í þessu maður Rosalega. Þetta er fára Ég er a kid Nefnálega, þetta er áratugi reynsla Rosa. í spilum Er 1-1 eða hvernig það? Nei, ég ætti að vera 2-0 yfir að því ég náði maxanu líka sko. Það er ekki 1-1 sko, en það er 1-0 Er 1-1? Þú ert ekki búin að svara Ég var að vona ég var að koma í punkt. Já, fyrir hvað?
Herðu, Egill, þú Það er góð þarf punktur. að vera tánum, sko Ok. Herðu, þá er það næsta Það þriðja. Já, og hvað þýðir þessi frasin ljóma svona Ussi 5 Ussi 5 Egil, er þetta bænt? Já, ég er bara- Einarsson, hvað segir Ussi 5? Grjót haldur kæfti, haldur kæfti Haldur kæfti Haldur kæfti rétt Ussi 5 Þetta er basically bara að segja uss. Já, Ussi 5 Þessi Þessi var þægilur Já, þetta var bara grín. Það stendur Gamla fólki notar uss, sko. Þarna var ég sneggri, sko Ísak Aron sendi mér þetta Ussi 5 Já. Er þetta kæfti? Sakki, það segja allir uss. Uss í Fullorðna fimm. fólki Já, líka, sko. það segir allir uss En það segir engin Ussi 5 Þarna var blöðurinn ekki á tannum, sko Já, það ætti þetta frekar að halda kjaft í 5 sekundur eða eitthvað. Já, Ussi 5 þýðir aldrei, þú veist, ef þú segir bara uss, þá bara, heyrðu, býta aðeins, ég er að klára 1-1. en Ussi Ok, 5 Þetta er já. live Ég nefnir ekki að tapsa. Já, já, þá er það næsta Mér finnst þetta spurning skrítið. Já, það er 1-1 Ég pakkaði bara saman hann Já, og blöður, þið var bara- grenji við því Þið var pakkað Ég saman er ekki að grænja, áfram með þetta. 1-1, þetta er reyndar rosalegt Frasin er Snertir ekki gras Og áður eða svarið Ég veit að fyrsta sem ykkur dettur í huga er bara, já, hérna er Jóna og, nei, ég snert ekki gras Já. Þetta er ekki það Snert ekki gras Snertir ekki gras Og það sem ástæðan Ég ætla að gefa ykkur vísbendingu Þú ert með headphone Og jafnvel einhverja menn í eyrunum Þau vart að spila Já, já Þetta er gaming Já, ok, þetta er gaming frasi En hvað þýðir frasin? Snertir ekki gras Þetta ekki. Snertir ekki gras Ég er náttúrulega engin gamer. Þetta er Sigursteinn Ég hlýt hann á punktan Ég er betri gamer en blöð, Það sko eru margir svaraðu gamers þá. brjála Sko, snert ekki gras Ég segi að ég er með svarrétti núna Já Þetta er erfitt, sko, ég veit það Ég Þetta er erfitt hlýt að vera bara í fallífið eitthvað með byssu og ég er í airborne Það er bara heldur gott gísk að vera í fallífinni og ekki en Ég snert ekki gras þá, sko Ég segi að ég nenni ekki FIFA. Já, það er þetta helviti gott líka maður Shit, þeir eru on fire Við erum í dag, með en- mjög góð gisk Þeir eru með geggjur gísk En þetta er manneskja sem er svo mikið í tölunni Og það góð í leiknum Að þú ferð aldrei út úr húsi Og þú snertir ekki gras Þetta er óskopunum áttu að ná þessu. Þetta er Sigursteinn Þetta við höfum aldrei náða Já, Já, þessu, ég get ekki svarað þessu á morgunin. En ég veit að hvað þetta er gott núna Segjum að þú færi heim og þú veist Teddy er að spila Og bara Teddy, þú snertir ekki gras lengur Út að leika skilur. Já. Þú veist, þetta er Skil gott. þetta. Þetta er gott líka fyrir Það var síðast að fá the win. sko Gott fyrir gamers að snert oftar gras, sko, er það ekki? Jó, þú átt alltaf að Jú, jú. geta snert gras Út að fá fest loft. Fá fest loft, já, já. En strákar, síðasta spurningin Stórmeistara jafntefli eins og staðin er í dag og... Ég var að sáttu þið punkt Já, en þú mátt ekki missa hann Síðasta spurningin er Hún er rosalega tengt blöðarnum Þannig að ég veit ekki Þá er hvort ég það sé- favorite, sko. Já, það er annarkvort er hann fave eða underdog Ég Já, veit ég- ekki Hvað þýðir frasinn Að blöð sé í gættinni Í, Blöðrik. þetta er ógislegt. Þú ert að kúka, basically. Þannig svo að byrja að rulla þarna hjá þér. Þú veitur, mér langar ekki í þetta stegið. Er það að tala um að blöð sé í gættinni Þetta er að segja með það, er það frasi Já. Ef að þú ert að kúka í þig segir maður það að blösi í gættin Blöð sagði þetta ulli sko Út af blöð púp og hann er að fara að vinna um áttir Að þurfa að kúka vinna um áttir Að þurfa að kúka er hálf Þetta er stig sem ég vildi ekki. Þetta er rosalegt og Frasi sem á degja bara strax. enn og aftur kemur Ég ætla að nota hana. vinnur þetta Já, þá ætlum ég að finna einhvern ógislegan frasi til þig. Þetta er frasi sem er trend all around the world Ég fekk hann alveg frá 2-3 Þannig að þetta er greiðlega í sko, fólk er að nota þetta en, Nei, fegst þetta ekki frá neinum, sko. Jú Erum við skoðum auðlýsingar. Þvílíkur sigur. Þetta er Dua Lipa hér í FM 95 blöð með Levitating en já, drengir, klukkan fyrir bara að verða 6. Flögð frá okkur Já, fljóður að líða þátturinn í dag. Já, Sem er alltaf gott berskið vonandi. Það þýðir að það sé búið að vera gaman Já, við skemmtum okkur allavega konunglega. En það er líka nóg framöndan hjá okkur drengjarnu. Það er svona helst er að páskabingo blökasins er næsta föstudag, föstudag langa. Og við ætlum að vera með þátt hér í beinni líka. Þannig að við erum að vinna um páskana drengir. Basically, það er þáttur hérna 4-6 Já. Og svo er bingoð klukkan 8 Í og- beinni útsendingu á vísir.is og stöðtöð vísi. Já, og það geta allir hort Já. Þetta er opinni dagskrá En ef þú ætlar að taka þátt Þá þarf það að gerast áskrifandi blökastins Sem kostar 1390 Já. Og Fær þrjú spjöld. það er 3 spjöld Sem það getur bara verið Og vinningarnir eru, það er sko 100 krónar geðabrið frá Icelandair, það er PlayStation 5 tölva, það er Lenovo Flex tölva, það er Sími og spjaldtölva frá Galaxy, Samsung Galaxy, Rúm frá Dorma og ég veit ekki hvað það er. Þetta er Ég held að það er ekki flottari vinningar en einu bingo held. Þetta er basically galið Já, Rosalega vinningar, svo líka svo bara svo skemmtilegt að vera heima með light beer
Já, Sæna sinn. Við þurfum líka að græja tónlist. Við höfum alltaf verið með Jónukur og Svessa á þau. Við höfum ekki að reyna að fá þau aftur. Það verða Ég er ekki sem að tala við þau. Já, verða tónlistadri. En svo er þetta líka sko, þú veist, það er gaman að þú ert með gríslingana heima, föstanlag, allir í frí og svona. Þetta er svona alltaf gaman að fá að 2 tíma mission. Þetta verður stemming. En svo er þetta líka gaman að því að fullt að liði sem er að fara partí á þessum degi, það opnar alltaf miðnætt og svona, þannig að það er margir sem starta í bingoinu sko. Þannig að þetta er alvöru partí þetta. Já, og svo er líka, talandi um blökastíða, þá er þátturinn sem kemur núna á þriðjudaginn, hann er í mynd. Tókum hann upp í gær og það var veisla. Þar sem að dagskráraliðurinn Keep a Straight Face fær, alvöru keppni, síðast slá enginn en nú á mikil heið. Já, sko, á að metna þér í Keep a Straight Face. Við föttum ekki að hann á að vera í mynd. Hann á að vera í mynd. Ég var að tísa hvernig aðrinn er. Sá liður gengur út á það að maður hefur 1,5 mínútu til að láta hinn að hlæja. Eða láta þess að ég og Steindi keppum. Steindi hendi í bref og lág á parketti. Ég endur gerði þegar þú skrifaði ástabrif. Og þetta var bara nákvæmlega sem ég sá þetta fyrir með Blöð var og Króknum. Þetta var nákvæmlega. Og Blöð hendi mér í óþægilegasta galdrabræð. Já, þú mátt ekki segja það segir maður ekki, er þetta ekki bara töfra? Þetta var bara það var rosalega partileikur. Það var agalegt. Örðan þannig að þú öskraðir og hlóst. Þetta var eitthvað eða að fyndist. Þetta var óþægilegt. Hvernig helgin af mönnum er að taka 1 red wine eða fara í pottin eða hvernig er hún lítur út? Já, ekki pott. Sko, frún er að fara út að borða með vinkonum sinum. Ég held að ég sé að fara að taka bara eina góða ævintýramynd og sófan og jafnvel panti pítsu og ég bara eitthvað stelpunum. Við erum að skemmta annað kvöld. Það verður stemming. Já, það verður geggjað. Herstrykkir, ég verða að koma inn á eitt bara sem er mjög mikilvægt. Af því að minn allra besti maður sem ég hef unni með svo lengi í alls konar verkefnum, Arró, tökumæður. Já, geggjör. Það er bara, við hefum allir unni með honum. Þú veist, hann er bara skaut báðar steypustöðunar. Já, skaut steypustöðuna og skjöldin og steindan og fullt af dóti. Hann var að hendi svona fyrstu bíómynd sem er ógeðslega vel gert af því að hann gerði hana bara basically fjármagna hana bara sjálfur og fór bara stað og skrifaði og bara gerði mynd. Þetta er hryllingsmynd, ekki? Hryllingsmynd sem heitir Óráð. Og hún er komin í bíó. Ég er með þess að leika hans síni, stemning. Hjörtur, ég aðlut ekki, hann er geggjaður og allir leikar eru bara frábærir. Hjörtur fyrir á kostum í svona mynd. Og en það er sko, ég mæli með að fólk fara. Þetta er alvöru hryllingsmynd. Og það er svona ógeðslega. Ég ætla að sjá hana sko, ég komst ekki í gær. Geist í þig? Nei, ég er kannski maður var alveg smá hræddur, ég veit ekki það alveg. En þetta er svona alvöru stemningsmynd og hann er bara geggjaður að hafa farið alla leið með þetta og það er miðnættusýning, strákar, í dag það sem að allt verður skrúað í botn, þannig að basically Powersýning, bara miðnættusýning í kvöld, þannig að þú getur farið og bara keypt með á hana. Ok, geggjað, við mælum með að fólk kíkja á hana, annars bara í góða helgi. Það er ekki að spyrja mig hvað ég er að gera. Jú, hvað er það að gera? Sorry. Nei, Við ætlum ekki að gleyma því. Manstu að segja að Adam Ingi kom og söng 4 ára 2013 ég fyrir í Blöð. Já, rosalegt. Ég færði mjög út á hans á morgun. Já, við erum alveg það gamlir sko. Það var hérna pingu lítill leður eitthvað 2013 að syngja. Við þarfum að finna það, við getum haft að blast from the past. Já, hann var internet sensation. Svo ætlaði ég Pokémon sjálfsfróðana sem byrja aftur og móta röðin. Það er aftur í gang á sunnudaginn sem er 7-8 sunnudagir röð. Ég er að spila margótt. Og morgun er live póker. 30k inn rebuy shit. Ég er Björn Bragi pakkaði því saman síðast. Hann vinnaði þetta annað ári röð. Spila Björn Bragi póker það? Hann vann þetta fyrra. Það er rosalegt. En þú veist, hann er alltaf, er hann einn af fremstu pókerspilurum? Hann er bara málega BB King, bara góður öllu sem hann tekur fyrir sendur. Hann er bara góður í póker. Hann bara sænaði sín og vann. Og hann er ekki að vera vinnandi aftur, ég get lofaði því. Þegar fyrirliðinu að mæta. Ég get þetta að mæta að sæna minna til ferminguna. Tek 2 í fermingunni, við beint í Pokémon. Svo með þess á sunnudaginn, það er Newcastle Manchester United, okkar lið. Shit. Já, styrti það, þú er túr United maður. Bæði liðinu að keppa. Strákar, ég var spá fyrir úrslitum. 1-1. 1-1, ég ætla að segja 3-1 fyrir Newcastle. Frábært þér. Góða helgi, takk fyrir hlustunni í dag og við sjáumst vonandi að heyrumst á þriðjudaginn eða bara næsta föstudag í páskaþætti F95 Blöð sem að ég fylgir svo með páskabingo. Páskaþema alla þáttinn. Við höfum alla klef og allt verður páskatengt. Það verður King of Easter. Það voru vonandi skemmtilegra heldur en King of Spring. Heyrumst eftir viku eða á þriðjudaginn.